Þetta verður jafnvel tekið hér upp á myndband og það getur vel verið að það verði fleiri sem að geta notið þess að vita hvað hér fer fram seinna meir. Svoleiðis að við skulum ekki alveg örvænta með það að þetta verði gagnlaust sem hér fer fram í dag. JC Borgarnes hefur ætíð haft það á stefnuskrá sinni að halda minnst einn opinn borgarafund á hverju starfsári og þegar við fórum að velta því fyrir okkur hvað við ættum að brydda upp á að þessu sinni og fórum svona lítið kringum okkur hvað eftir er að bauði hér í byggðarlaginu og í þjóðfélaginu öllu, þá var það ekkert efamál að það væri vídeóvæðingin og svo tækni sem að þar hefur russið til rúms. Og ef við höfum hort á sjónvarp og hlustað á útvarp og lesið blöðin þá sjáum við það að það er einlega hverju einasta degi eitthvað fjalla þessi efni. Þess vegna fannst okkur til valið að fjalla þau hér. Við höfum fengið hérna til okkar góða gesti sem ég býð sérstaklega velkomna og þeir ætla að vera hér með okkur í dag og halda framsögu og svara fyrirspurnum. Sumir þeir eru komnir langt að og þess vegna skulum við nota tækifærið og spyrja þá út úr. Og í öðru lagi þá verða fyrirspurnir hér og umræður og síðast munu framsögumenn svara fyrirspurnir sem fram kunna að fara. Fyrstur tekur til máls hérna hjá okkur Sæmundur Bjarnason. Hann er fæddur 13. nóvember 1942. Hann lauk prófi frá Samvinnuskólanum í Bifröst og hefur starfað sem deildarstjóri hjá Kaupfélagi Borgfirðinga í Borgarnesi. Hann hefur stjórnað Vídeó Borgarnes frá því að það var stofnað, en það var í mars 1981. Gjörðu svo vel, Sæmundur. Góðir áheyrendur, ég hef verið beðinn að segja frá vídeókerfi því sem starfrækt er hér í Borgarnesi. Ég ætla að byrja með smá tilvitnun. Nú heyrast langt á nætur fram herbergja milli út opna glugga, æsileg vélarhljóð, hemlaískur, skotkvellir, dauðaóp, formælingar, graðhestamúsík og friðarstunur. Börnin í húsinu geta annaðhvort ekki sofið eða fást ekki háttinn. Verða þau íslensk þjóð eða undanvillingar þegar þau vaxa úr grasi. Þetta úr grein eftir Baldur Pálmason sem birtist í Dagblaðinu og Vísi 3. desember síðastliðinn. Og eins og menn heyra skortir ekki á skáldleg tilþrif þegar vídeóið er annars vegar. Þetta efni er mörgum tilfinningamál en því miður er stór hluti þeirra skrifa sem birtast þetta í dagblöðunum þessar vikurnar skrifaður af sama skilningsleysinu og afturhaldsseminni og þessi grein Baldurs. Það er eins og menn haldi að það sé hægt að ráða niðurlögum þessa fyrirbæris með orðgnótt og fjölkingi. Jónas Kristjánsson segir í forystugrein í Dagblaðinu skömmu eftir að sýndur hafði verið sjónvarpsþáttur vídeómál þar sem meðal annars var viðtal við mig. Þetta er auðvitað kolólöglegt enda hafa sjaldan heyrst hinri varnir en þær sem hinir hraðlíknu sjónvarpsstjórar hafa á boðstólum. Ég get nú varmast hjá því að álíta að hann eigi meðal annars við mig þarna, en ég kann því nú ekkert vel að vera opinberlega kallaður hraðlíginn. Svo meðan þessi landsfrægi skítkastari finnur ekki orðum sínum stað, þá kalla ég hann sjálfanlegara. Það er engum á tvennan hátt sem menn telja að myndbandakerfin samrýmist ekki lögum. Annars vegar telja menn lögum höfundarétt brotin og hins vegar að þetta stríði gegn einkaleyfi útvarpsins til útvarpssendinga. Hvað höfundaréttarlögin snertir, kemur það mér satt að segja svolítið óvart en menn eiga orðið bágt með svefn yfir áhyggjum af því að rekendur vídeókerfa brjóti þau. Ég held allir vissu að þessi lög hafa verið brotin kerfisbundið af þúsundum aðila hér á landi árum og áratugum saman og eru enn. Ef skekinn eða einhverju gerir sér þetta ekki alveg ljóst þá skal ég nefna örfá dæmi. Skólar tíðka það nokkuð, einkum í seinni tíð, að ljósrita í töluverðum inntakafjölda, bókar hluta og jafnvel heilu bækurnar. Þessar bækur eru stundum eftir íslenska höfunda. Allmörg tímarit eru gefin út hér á landi sem byggja nær eingöngu á þýddum greinum og sögum.
Mér er fullkunnugt um það að fæst þessara tímarita, ef nokkur, greiða eirisvirði í höfundalaun. Í flestu öllum félagsheimilum landsins eru mjög oft haldnar hverskins innarsveita skemmtanir, einkum að vetralagi. Selt er inn á þessar skemmtanir og þeim líkur gjarnan með diskóteki og þar eru þá leikin lög af plötum, lög eftir bæði innlenda og erlenda höfunda og flytjendur. Af þessu eru engin gjöld greidd. Þrátt fyrir mótmæli íslenskra rithöfunda hafa opinberir aðilar með starfrækslu bókasafna stolið ómældum fúlgum frá þeim. Það hefur jafnvel ekki gagnað þeim að láta prenta á íslensku með skýrum stöfum fremst í bækurnar að slík útlán séu með öllu óheimil. Sjálfur hef ég oftsinnis fengið slíka bækur að láni á bókasöfnum. Hljómplötur hafa löngum verið teknar upp á kassettur og fjölfaldaðar án þess tilraunir hafa verið gerðar til að koma lögum yfir slíka starfsemi. Hvað snertir starfrækslu dagblaðanna og ríkisfjölmiðlana, þá verð ég að viðurkenna að ég er ekki nægilega kunnugur til þess að vita hvort þar er alltaf farið nákvæmlega eftir ýtrustu fyrirmælum höfundaréttarlaganna. En ég ætla að vona að menn þar séu ekki að kasta grjóti úr glerhúsi. Í mörgum þeirra dæma sem ég hef nefnt er skýlausan þjófnað frá íslenskum aðilum að ræða og þó ég ætli svo sem ekki að fara að halda því fram að það sé réttlætanlegra að stela frá útlendingum heldur en Íslendingum, þá held ég að mörgum myndi finnast eðlilegra að reyna að verða betur hag okkar eigin listamanna áður en farið er að setja allt á annan endan vegna þess að hugsanlega sé verið að hafa fáeinar krónur af fjölþjóða risafyrirtækjum. En kvikmyndafélögin bresku og bandarísku eru sem kunnugt er flest eða öll í eigu slíkra fyrirtækja. Auðvitað geri ég mér ljóst að það réttlætir ekki þjófnað þó fleiri steli og svo hróa hattarheimspeki sem segir að rétt sé að stela frá hennu ríku fyrir þá fátæku á ekki upp á pallborðið í okkar borgaralega samfélagi. Félagi sem rekur vídeókerfi það sem ég stjórna hefur aldrei greitt nein höfundalaun og aðal ástæðan fyrir því er að sjálfsögðu svo að við höfum aldrei verið krafin slíkar greiðslur. Ekki einu sinni af eigandum þeirra vídeóleiga í Reykjavík sem við skiptum við og er þeim þó fullkunnugt til hvers við notum spólurnar frá þeim. Við gætum þess vegna verið í góðri trú með það að gjald fyrir höfundarétt væri innifalið í greiðslum okkar til þeirra. Ef í ljós kemur að ekki sé unnt að líta á starfsemi okkar sem einkaafnot og réttir aðilar krefja okkur sanngjarnar og eðlilega greiðslur fyrir höfundarétt, þá á ég ekki von á að við munum neita að verða við þeim kröfum. En hvað eru þá sanngjarnar og eðlilegar greiðslur í þessu sambandi? Það er erfitt að fullyrða. En ég hef kynnt mér hvað íslenska sjónvarpið greiðir fyrir erlenda kvikmyndir og ef þær reglur eru yfirfærðar á okkar aðstæður, þá ættum við að greiða að höfundalaunum meðtöldum í leigugjald fyrir eina miðlungslanga kvikmynd 6 til 8 krónur. Yfirleitt greiðum við hins vegar núna í dag 60 til 80 krónur fyrir hverja mynd. Ég læt þetta nægja höfundaréttamálin núna en snýmir útvarpslögunum. Í raun og veru hefur við beðið eftir því í nokkur ár að stjórnvöld gerðu upp við sig hvort framfylgja skyldi ákvæðum þessara laga einkarétt útvarpsins. Þegar segja má að ljóst hafi verið orðið að þau treystu sér ekki til að stöðva þessa þróun, þá var eiginlega ástæðulaust að bíða eftir því að ótvírætt leyfi yrði gefið fyrir þessari starfrækslu, enda hefði líklega þurft að bíða lengi eftir því. Auðvitað má segja að við séum að brjóta lög, en ég kýs nú heldur orða það svo að við séum að brjóta niður úrelt óvinsæl lög þar sem útvarpslögin eru. Og eitt þurfa menn sérstaklega að athuga. Útvarpslögin eru það gömul að þau eiga alls ekki við þær aðstæður sem eru hér á Íslandi í dag. 15. september síðastliðinn að stofna hér í Borgarnesi félag sem heitir Útvarps-, sjónvarps- og vídeófélag Borgarnes. Útsendingar á vegum þessa félags hófust síðan 20. og 9. október síðastliðinn. Félag þetta er lýðræðislega uppbyggt og einstakir félagsmenn geta haft áhrif á starfsemi félagsins og þó hlutverk þessa félags sé einkum að sjá vídeóútsendingar til félagsmanna sinna, þá bötnuð einnig skilyrði félagsmanna til móttöku almennra sjónvarpssendinga stórlega með tilkomu kabelkerfis félagsins.
En af einhverjum ástæðum hefur Borgarnes alltaf verið undarlega afskipt hvað snertir útvarps- og sjónvarpssendingar. Til dæmis höfum við ekki ennþá tækifæri til að hlusta með sæmilegum hætti á FM-sendingar hljóðvarpsins. Daginn eftir að fyrrnefnt félag var stofnað vatt sér inn á skrifstofukompu mína í kaupfélaginu ungur maður sem kvaðst heita Hallgrímur Thorsteinsson og spurði hvort hann mætti hafa við mig útvarpsviðtal. Þetta er í mínum huga upphafið á vídeó og vitleysunni sem vaðið hefur upp í dagblöðunum og ríkisfjölmiðlunum linnu lítið síðan. Þegar þetta var hafði fyrirtæki Vídeóson unnið að því mánuðum eða misserum saman að vídeóvæða Breiðholtið þvert og endilangt og mestu lokið því, svo ekki kom til mál annað en mönnum væri kunnugt hvað var að gerast. En þetta mál virtist fyrst verða alvarlegt að áliti fréttamanna og blaðamanna þegar í ljós koma við dreifbýlingar ætluðum okkur að fara að grafa kapla í jörð og hófst nú herferð þessar aðila gegn vídeóvæðingunni sem náði hámarki þegar sjónvarpið sendi fréttamenn sína á vettvang svo hægt væri að sýna þjóðinni hverslags ófögnuður þetta væri. Og undir yfirskinni hlutlausra fréttamennsku og með tæknibrellum reyndu þeir að koma þeirri skoðun inn hjá almenningi að þetta væri marklaust hálm og vitleysa. Á Reykjavíkursvæðinu er miðstöð menningarlífs þjóðarinnar og þar hafa menn úr mörgu að velja sér til skemmtunar. Þar hafa menn vídeó, að sjálfsögðu. Þar hafa menn kvikmyndahús, svo tugum skipta. Þar hafa menn borgarleikhús og reyndar fleiri leikhús. Og einnig þjóðleikhús, þar sem hver miði er niðurgreiddur af okkur dreifbýlingum og þéttbýlingum í sameiningu 196 krónur. Þar hafa menn sinfóníuhljómsveit, þar sem sömu aðilar greiða hvern miða niður 680 krónur. En þegar við dreifbýlingar ætlum að bæta okkur upp skemmtanaleysi sem hér ríkir með því að kíkja á einu og eina kvikmynd, þá ætlar allt vitlaust að verða. Ofurvald Reykjavíkursvæðisins í fjölmiðlun hér á landi er allt of mikið og stendur menningarlífi þjóðarinnar mjög fyrir þrifum. Dagblöðin eru fyrst og fremst skrifuð af Reykvíkingum, Reykvíkinga og fyrir Reykvíkinga, svipað má segja ríkisfjölmiðluna. Auðvitað slæðist alltaf eitthvað annað efni með, en það virðist vera mest fyrir tilviljanir. Annað er það sem frjáls fjölmiðlun hér á landi líður mjög fyrir og það er kverkatak það sem pólitíski forystumenn hafa á þessu Reykjavíkurfjölmiðlum öllum með tölu. Ýmist með beinum afskiptum svo sem er setu í útvarpsráði eða óbeint með því að ráða yfir styrkjum og hverskins fríðindum sem dagblöðin njóta fram yfir aðra fjölmiðla. Er landshlutaútvarp það sem koma skal, spyrja margir. Ég er þeirra skoðunar að þó atvinnumálum á landsbyggðinni hafi verið sinnt nokkuð á undanförnum árum, hafi menningarmálin verið gjörsamlega vanrækt í þessu tilliti og þar vanti alveg að byggðastefnan komi til sögunar. Þjóðleikhúsið og sinfóníuhljómsveitin hafa til dæmis algjörlega brugðist hlutverki sínu og brjóta beinlínis lög með vanrækslu sinni. Ég tel það ekki með þó Þjóðleikhúsið rausnist til þess eftir áralangan þrýsting að senda út á land eins eða tveggja verk eða sinfóníuhljómsveitin sendi fáeina hljóðfæraleikara upp í Grímsnes eða ferðinni góð. Nei, það er svo sannarlega komið tími til þess að við landsbyggðarmenn farum að láta í okkur heyra og látum vita af því að við sættum okkur ekkert við þetta lengur. Vissulega kemur landshlutaútvarp og sjónvarp sterklega til greina og einnig þarf að athuga vel hvort hægt sé að gefa starfrækslu útvarps og sjónvarps frjálsa. Vídeókerfin sem nú eru rekin út á landi eru alls ekki það sama og frjáls útvarpsrekstur. Þau eru einfaldlega samtök fólks útvegum skemmti og fræðsluefnis og tilraun til þess að gera það á sem ódýrastan hátt. Starfsemi þeirra hefur hins vegar leitt í ljós galla á útvarpslögunum og vakið athygli á kröfum landshlutaútvarp og frjálst útvarp. Vídeókerfi okkar hérna í Borgarnesi sem nær inn á 55 eða 56 heimili verður oft verið harkalegri gagnrýni í umræðu manna á meðal. Kennarar tala til dæmis að börnin sem eiga heima á þessu svæði séu alltaf syfjuð og illa fyrir kölluð og svo fjúka náttúrulega allskyns fúlir og öfundsjúkir brandarar. Af þessu tilefni þykir mér rétt að segja dálítið frá dagskráni hjá okkur, en hún er nú einmitt komin í nokkuð fastar skorður og vikudagsskráin er á þessa leið. Það er mánudagur fyrst,
Þá sýnum við barnaefni klukkan 18:30 til 19 og ekkert annað er sýnt á þeim dögum. Þriðjudaginn er alveg það sama að segja, það er eingöngu barnaefni í hálftíma og ekkert annað. Á miðvikudögum sýnum við ekkert, enda er þá í íslenska sjónvarpinu sýnt barnaefni milli 6 og 7 að minnsta kosti núna. Fimmtudagur, þetta er okkar aðaldagur. Barnaefni er frá 18:30 til 19 og kvöldi reynum við að hafa svona 3 dagskráliði og þar af einn með efni frá Borgarnesi og eina kvikmynd. Dagskráni lýkur oftast 11 til hálf 12. Föstudagur, þá er barnaefni klukkan 18:30 til 19 og kvöldið er sama kvikmyndin sýnd tvívegis. Fyrst að loknu fréttum og veðurfregnum og síðan eftir dagskrárlok í sjónvarpinu. Þá er að laugadagur, þá er barnaefni að morgninum frá klukkan 10 til 11:30 fyrir hádegi og kvöldið er sýnd kvikmynd tvisvar með sama hætti og á föstudeginum. Og sunnudagurinn, þá er dagskráin alveg endurtekning á laugardeginum, það er barnaefni að morgninum og tvísýnd sama kvikmyndin að kvöldinu. Auk þessa sýnum við stundum klukkan 1 eftir hádegi á laugardögum og eða sunnudögum eitthvað fleira. Gjarnan er það þá tilfallandi íþróttaefni, til dæmis tökum við oft upp leiki, körfubolta, handbolta og í sumar tókum við nokkur sinnum upp knattspyrnuleiki. Nú eða þá til dæmis endursýning á fimmtudagskvikmyndinni. Auðvitað er rétt að fara á lögum, en þegar gömul og úrelt lög sem stjórnmálamenn okkar hafi ekki haft manndóm í sig til að breyta standi í vegi fyrir framförum, þá geta það aðstæður skapast að réttlætanlegt sé að binda samtökum að horfa fram hjá þessum lögum. Vitanlega á ég hér við útvarpslögin en ekki höfundaréttarlögin. Áður en ég lýk máli mínu vil ég undirstrika það sem ég sagði áður, að ekki mun standa á okkur að greiða fyrir höfundarétt þegar réttir aðilar hafa tekið við dreifingu myndefnis. Höfundaréttarlög eru ekki sett til þess að takmarka sem mest dreifingu hugverka og heldur ekki til þess að stjórna því á hvern hátt þeim er dreift. Heldur eru þau sett til þess að tryggja höfundum hæfilega umbun fyrir verk sín. Þessi ræða mín hefur öll snúist það að réttlæta gerðir mínar og annara, en ég hefði svo sannarlega frekar vilja tala annað. Engum hefði mig langað til að bollaleggja framtíðina, öll þau undur og stórmerki sem eru að gerast í sambandi við örtölvubyltinguna svokölluðu. Það hvernig daglegt líf manna á eftir að gjörbreytast á næstu árum, það hvernig öll fjölmiðlun, fræðsla og upplýsingarstarfsemi mun breytast og einfaldast með tilkomu örtölvunar. Vídeóið marghataða er einn angi af þessu öllu og alveg á sama hátt og menn berjast gegn því af offorsi og skilningsleysi munu alltaf vera til menn sem berjast gegn hverskins nýjungum og sjá alltaf hættur í hverju horni og aldrei nein úrræðu önnur en að banna og banna. Vídeóvæðingin er staðreynd og stjórnvöld virðist eiga erfitt með að skilja það. Auðvitað þarf að setja reglur þessa starfsemi og auðvitað hefði verið æskilegra að ráðamenn hefði farið að hugsa svolítið fyrr. En úr því sem komið er mikilvægt að við sem að þessum málum stöndum og tökum þátt í þessari byltingu gerum okkur grein fyrir því að það sem við erum að gera getur haft áhrif á framtíða þróun þessara mála hér á landi. Ég vil svo ljúka máli mínu með því að þakka Jóni og Sjamberi í Borgarnesi fyrir það framtak að standa fyrir þessum fundi. Með því staðfestist enn einu sinni að Borgarnes hefur vissa forystu og sérstöðu í þessum málum. Við þökkum Sæmundi Bjarnasyni fyrir snöfurmannlega ræðu. Næstur tekur til máls Eiður Guðnason, alþingismaður. Hann er fæddur 7. nóvember 1939 og er stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík. Að því loknu þá var hann við 1 ár við nám í Bandaríkjunum. Hann lauk BA-prófi í ensku frá Háskóla Íslands og vann að því loknu 12 ár í íslenska sjónvarpinu eins og öllum er kunnugt. Hann var kosinn á Alþingi 1978. Gjörðu svo vel, Eiður. Fundarstjórar, góðir fundarmenn, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir að hafa fengið tækifæri til að koma hingað og
á þennan fund og þakka J.C. Borgarnesi fyrir það frumkvæði að efna til umræðu fundar þessi mál sem að vissulega eru mjög til umræðu í þjóðfélaginu einmitt þessar mundir. Ég hafði hugsað mér að tala kannski stuttlega þrennt einkum. Í fyrsta lagi það sem menn kalla svæðisbundið útvarp og sjónvarp. Í öðru lagi afstöðu löggjafarvaldsins, það er að segja það sem hægt er hana að segja á þessu stigi sem nú kannski ekki mjög margt. Og í þriðja lagi stöðu ríkisútvarpsins. Og ef við byrjum á þessu aðeins sem ég minntist á síðast hér, þá er það staða ríkisútvarpsins. Hér hefur starfað ríkisútvarp núna eftir örfáa daga í 51 ár. Og það má segja sem svo að á þessu 51 ári að þá hafi orðið harla litlar breytingar. Einu breytingarnar sem raunar hafa orðið er það að dagskráin hefur lengst. Nú ef við lítum á sjónvarpið sem að hefur starfað hér síðan 30. september 1966, þá hafa sömuleiðis ekki orðið neinar verulegar breytingar þar. Frá því að dagskráin komst upp í þessa venjulegu lengd sem hún gerði þegar að sjónvarpið var búið að starfa í 1 ár. Nú síðan gerðist það raunar í fyrra að dagskráin var stytt. Dagskráin var skert. Sú breyting hefur að vísu orðið að það hefur komið til lit sjónvarp. En það kom kannski ekki til af góðu frá sjónarmiði yfirmanna Ríkisútvarpsins. Það kom einfaldlega til af því að það var ekki hægt að endurnýja tækin sem til voru í svart-hvítu vegna þess að slík tæki voru ekki lengur framleidd. Ástæðan til þess að þetta hefur gengið svona fyrir sig er meðal annars sú að Ríkisútvarpið hefur löngum verið fjársvelt. Það er kvartað yfir flestu eða öllu í sambandi við dagskrá útvarps og sjónvarps nema kannski afnotagjöldunum. Þau eru lág, þau eru óeðlilega lág. Nú lifum við þá tíma sem að verða miklar framfærir í tæknibylting, segja sumir. Nú hefur skapast sá möguleiki að taka við sjónvarpsefni beint frá útlöndum á sama tíma og það gerist. Hins vegar er peningastaðan sú að Ríkisútvarpið sjónvarp það hefur ekki efni á því að notfæra sér þessa aðstöðu. Ríkisútvarpið hefur ekki efni á því að kaupa þessa þjónustu af Landssímanum vegna þess að afnotagjöldin fást ekki hækkuð. Og svona til gamans að þá er framundan á næsta ári heimsmeistarakeppni í knattspyrnu. Mér skilst að það fari fram í júní og í júlí. Úrslitaleikurinn fer fram í júlí og það er talið held ég að svona 400 milljónir manna muni horfa á þann leik leið og hann á sér stað, leið og hann er leikinn. En þá er auðvitað íslenska sjónvarpið lokað. Það er í sumarfrí, það er lokað í júlí. Og sjónvarpið hefur ekki efni á að kaupa þessa þjónustu af Landssímanum, en það mun kosta í kringum 25.000 krónur að sýna svona knattspyrnuleik leið og hann gerist. Það er 1,5 klukkutími rúmur. Þetta er svolítið hlálegt. En auðvitað hefðu kröfur breytingar líka komið fram þótt betur væri búið peningalega að Ríkisútvarpinu. Þær hefðu óhjákvæmilega fylgt í kjölfar þess sem verið hefur að gerast. Og það er ekki alveg rétt sem hann Sæmundur sagði hér áðan að þetta væri svo gömul löggjöf Ríkisútvarpið. Lögin Ríkisútvarpið eru 10 ára gömul og það telst nú ekki gamalt í okkar löggjöf. Þau voru endurskoðuð síðast 1971 og það er verið að endurskoða þau núna. Hins vegar er það að lög fjarskipti sem að hér eru í gildi og fjalla þessi mál líka, að þau eru síðan 1941. Þannig að það má með nokkrum hætti segja að þau séu gömul en útvarpslögin eru ekki svo ýkja gömul.
Nú yfirstjórn þessara stofnunar Ríkisútvarpsins að hún verður nú ekki sökuð mikla nýjungagirni. Raunar það haft eftir einum af yfirmönnum útvarpsins og lýsir kannski hvernig menn þar hugsa, að hann sagði sem svo: við skulum heldur gæta okkar á nýjungum, þær hafa sumar gefist okkur illa og margar verið til mikillar bölvunar. Og það nú ekki von að upp á miklu sé brotið nýju þegar svona hugarfar ríkir hjá þeim sem stjórna. Og það nánast alveg sama hvaða tillögur koma fram í útvarpsráði breytingar, að frá yfirstjórn útvarps og sjónvarps koma ævinlega 3-4 mótbárur samstundis við hverri tillögu einhverjar breytingar. Og það lítið gaman að starfa þegar svoleiðis á málum haldið. Þetta sem sagt sú staða hér þegar þessi svokallaða vídeóbylgja, sem menn nefna svo, skellur yfir. Það stundum sagt að við Íslendingar séu mjög nýjungagjarnir að ýmsu leyti, og ég held að það hafi nú sumpart sannast með þessi vídeómál. Að minnsta kosti heyrist mér hjá þeim sem ég þekki til í Reykjavík og búa í Breiðholtinu að þar sé nú glansinn að fara af þessu. Það nefnilega svo að þetta gert víðast hvar af vanefnum. Tækni og gæðakröfur eru minni heldur en eru gerðar í sjónvarpsstöðvum, og það eru gerðar minni kröfur til myndgæða en menn gera varðandi sjónvarpið. Og eftir svolítinn tíma að þá virðist mér, minnst á kosti þar sem að ég þekki til, að þá sé svona nýjabrumið og mesti glansinn kannski farið að fara af. Og það eins og ég segi sumpart vegna þess að þetta mjög af vanefnum gert. Hins vegar myndbandanotkunin mikið mál, og myndbönd eiga eftir að verða notuð í miklu ríkara mæli en okkur held ég órar fyrir núna. Og sem betur fer að þá eru uppi núna viðleitni til þess að samræma það hér í þjóðfélaginu, að þeir aðilar sem að helst munu nota þessi bönd til kennslu, fræðslu og upplýsinga, að þeir samræmi sínar ákvarðanir þannig að það verði keypt sömu tækin til dæmis til notkunar í skólum og þá væntanlega félagsheimilum og öðrum samkomustöðum fólks, þannig að í þetta gangi allt saman sömu kassetturnar. Það hafi verið haldnir þó nokkuð margir, hafi verið haldnir 3 fundir ýmissa hagsmuna aðila í þessum málum, og vonandi næst þar fram niðurstaða. Það auðvitað augljóst mál að þessi kapalkerfi sem að hér hafa verið sett upp, að þau eru ólögleg frá upphafi. Það engin deila, þó að ráðherrar hafi verið eitthvað feimnir við að viðurkenna það svona opinberlega fram undir þetta. Þá það auðvitað, það þarf ekki annað en að lesa lögin til þess að sjá það, bæði útvarpslögin og fjarskiptalögin, og raunar jaðrar þetta og stangast á við fleiri lög. Hins vegar það svo að það mun hvergi þar sem ég þekki til, hvorki á Norðurlöndunum eða í Bretlandi eða nokkur staðar yfirleitt í Vestur-Evrópu, að þá hefur þetta hvergi gerst með sama hætti og hér. Auðvitað eru myndsegulbönd útbreidd þar, til dæmis í Svíþjóð. Svíar státa sig af því að myndsegulbönd séu hvergi útbreiddar í Evrópu heldur en þar. Það hefur hvergi gerst að hafi verið tengt saman í svona kerfi og sent út efni. Og ykkur finnst það kannski skrítið sem að eru vön þessu hér, en útlendingar trúa þessu tæpast að svona lagað hafi verið látið viðgangast. Mönnum finnst þetta alveg gjörsamlega ótrúlegt. Þetta hefur hvergi gerst á Norðurlöndunum. Myndbönd eru auðvitað notuð mikið þar, en að þetta hafi verið tengt saman og efni hafi verið sendt út,
með þeim hætti sem hér hefur verið gert. Það hefur hvergi gerst, svo ég viti til. En auðvitað er þetta það sem koma skal. Og auðvitað kemur að því að það verður svona kapalkerfi inn í hvert einasta hús. Ekki með þessum köplum sem að nú eru notaðir, heldur með því sem að tæknimenn kalla ljósleiðara eða glerfíberkapla sem að geta borið margfalt meira upplýsingamagn heldur en þessir kaplar sem nú er verið að leggja. Og það verður auðvitað staðreynd, en þetta ástand sem að hér hefur skapast er auðvitað mjög óæskilegt og þess vegna meðal annars verður að breyta þessum reglum. Og þá er ég komin að afstöðu yfirvalda ef hana er að ræða í þessu efni. Það hefur satt best að segja heldur lítið heyrst frá stjórnvöldum þetta, enda held ég að stjórnvöld líti á þetta sem hálfgert vandræðamál. Að vísu hafa verið skipaðar nefndir. Nefnd er að endurskoða útvarpslög núna þessar mundir og hún tekur væntanlega mið af þessari þróun sem er að gerast. Það er alveg nýbúið að skipa nefnd til að endurskoða fjarskiptalögin. Sú nefnd er búin að halda einn fund og vill nú svo til að það er held ég 7 manna nefnd og vill nú svo til að þar eru vestlendingar og þeirra fulltrúar í meirihluta. Formaður þeirra nefndar er Halldór E. Sigurðsson og þar að ekki eiga sæti í þessari nefnd sem á að endurskoða fjarskiptalögin Guðjón Yngvi Stefánsson, Jón Sveinsson af Akranesi og Eiður Guðnason. Þannig að það eru 4 fulltrúar Vesturlands af 7. En sú nefnd á mikið starf fyrir höndum og lýkur því áreiðanlega ekki fyrir einhvern tímann seint í sumar. Nú á Alþingi hefur þessi mál borið nokkuð á góma og þá er fyrst til að taka að strax og þing kom saman í haust, það er 10. mál sem var lagt fram á þingi, þá var flutt af Alþýðuflokksins hálfu í neðri deild Alþingis frumvarp til laga héraðsútvarp. Og það frumvarp getur að sínu leitinu alveg eins náð til sjónvarps vegna þess að í skilningi útvarpslaga þá tekur orðið útvarp bæði til þess sem að á leiðinlegu máli hefur verið kallað hljóðvarp. Það tekur bæði til útvarps og sjónvarps. Þetta frumvarp gefst nú kannski tækifæri til að ræða það nánar hér á eftir. Það gerir ráð fyrir því að sjálfseignarstofnanir geti komist á legg víðsvegar landið og hafið útvarpsrekstur. Það hefur auðvitað verið sjáanlegt fyrir býsna löngu að þessi einokunar réttur Ríkisútvarpsins, hann var ekki lengur haldbær og auðvitað það hversu slaklega útvarpið hefur staðið sig að vera ekki komið með aðra dagskrá fyrir löngu og lengri sjónvarptíma, það auðvitað hefur ýtt undir það að menn færu sjálfir á stað eins og hér hefur gerst og ýtt undir þá sömu þróun og hefur orðið víða annar staðar að frelsið í þessum efnum hefur verið aukið og raunar held ég að þau lönd og þær þjóðir þar sem að hefur verið gott ríkisútvarp lengi séu einna best undir það búin að taka við auknu frelsi í þessum efnum. Nú þá hefur líka af hálfu Alþýðuflokksins verið flutt frumvarp það að sjónvarp verði alla daga og að hætt verði sumarlokun sjónvarps og það var flutt líka fyrirspurn það hvernig yfirvöld hygðust bregðast við þessu myndbandamáli og hvaða ráðstafanir ætti að gera til þess að tryggja almenningi eðlileg not af þessari nýju tækni. Nú og ennfremur var flutt tillaga endurskoðun fjarskiptalaga og til þess hefur nú verið skipuð nefnd. Fyrir nokkru kom það fram í fréttum að þessi vídeónefnd sem að menntamálaráðherra skipaði hefði skilað áfangaskýrslu. Á þeirri skýrslu er nú ekki mjög mikið að græða, hún er nánast bara lýsing á því ástandi sem að hvað þetta er víða, hversu margir er talið að séu tengdir þessum kerfum og þeirri skoðun formannsnefndarinnar að þetta sé allt saman ólöglegt sem var raunar búið að staðfesta áður. Ég geti þess hér til fróðlegs að 1977
skipuðu Svíar nefnd til þess að fjalla myndbönd og myndbandanotkun, og þá ekkert inn í myndinni þessi samtenging sem að hér hefur átt sér stað. Þeir eru ekkert að fjalla hana vegna þess að hún ekki til umræðu þar. En hins vegar hinn ýmsu önnur not myndbanda. Þessi nefnd skilaði skýrslu núna á þessu ári, þessi sænska nefnd sem að fjalla bara þetta. Og það þessi bók hérna sem hér 400 síður. Svoleiðis að við getum átt, ég hef því miður ekki haft tíma til að lesa nema bara brot úr henni, en þetta fróðlegt rit. Við getum átt von á því að hér sé töluverðu verki enn ólokið. Það hefur verið rætt hér réttindi, höfundarétt og fleira, og gefst væntanlega betra tækifæri til þess síðar hér á eftir. Ég hjó eftir því að Sæmundur talaði að þegar að réttir aðilar hefðu tekið að sér dreifingu á efni. Nú veit ég ekki hvaða réttir aðilar það eru sem hann á þar við, en það vert að hafa það í huga að höfundar og eigendur efnis, þeir ráða því auðvitað hvort það fjölfaldað eða ekki. Það algjörlega þeirra mál. Menn get ekki notað efni ákveðina aðila öðruvís en með samþykki þeirra ef viðkomandi höfundarréttar eigendur vilja ekki að þetta efni sé notað eða því dreift í vídeo, þá ekkert við því að segja. Þannig eru þau lög sem við höfum undirgengist. En auðvitað held ég að það verði þróunin í þessum efnum, og það áður en mjög langt líður, að þetta verði settar reglur. En þær reglur verða auðvitað að hafa það í sér að hér sé ekki bara réttindi að ræða til þess að reka svona stöðvar, heldur hljóta að fylgja þeim réttindum líka býsna viðamiklar skyldur. Og auðvitað hlýtur það að vera meginatriði í þessu að áhrif notendanna séu tryggð. Að þeir geti haft áhrif á efnisval og hvernig þetta allt saman rekið. Og ég sé að þeim tíma sem að mér ætlaður hér til framsögunar nánast lokið, en það gefst væntanlega tækifæri til að koma hér að ýmsu fleiru síðar og heyra ykkar sjónarmið sem ég tel nú miklu mikilsverðara. En auðvitað hljótum við að horfa til þess sem framundan Ég hef áður sagt að svona strengir komi til með að liggja inn í hvert hús. Í Bandaríkjunum þegar komið þannig kerfi í allmörgum borgum að sá sem situr heim í stofinu og horfir á sjónvarpið, að hann getur látið í ljós álit sitt á því efni sem í sjónvarpinu. Og sem sagt hann hefur takkaborð og getur sent skilaboð frá sér til sjónvarpsstöðvarinnar það hvort honum líkar betur eða verr. Raunar sagt að það sé megi hafa það þannig með framhaldsseríur að það sé hægt að láta hlustendur ráða hverja stefnu sagan tekur, hvort að Jón eigi að giftast Gunnu eða Siggu, eða þið getur bara ímyndað ykkur hvernig Dallas yrði þá til dæmis ef að menn getur ráðið því. En altså þetta tæknileg staðreynd í dag, þetta hægt. Og stjórnmálamenn í Bandaríkjunum veit ég að hafa komið fram í þessum kerfum. Þetta nær til nokkurra býsna stórra borga og sett þar fram hugmyndir og sagt hvernig líst ykkur á þetta og fá samstundis svar frá kannski 200.000 manns. Þetta auðvitað býsna merkileg nýjung. Nú svo höfum við annað á næsta leiti sem eru gervinhettir og gervinhattasjónvarp sem kemur hér, og eitt skal ég minnast á að lokum í sambandi við það. Það kemur hér og við munum fá að sjá það hvort sem að við viljum eða ekki, við verðum ekki spurðir ráða það. Og þar verður annars vegar auglýsingasjónvarp að ræða, og þá auðvitað þeim sem að það senda það sem mest í muna sem flestir sjái og verða engar hömlur lagðar við því. En annars konar sjónvarp sem að menn hafa talað að ná hér nú í gegnum gervinhetti, að það held ég sé borin von að menn muni ná, vegna þess að slík sjónvarpsmerki verða send þannig milli landa að þeim ná ekki aðrir
heldur en þeim sem ætlað að ná merkjunum. Altså þá eru merkin send í gegnum tölvur sem ruglar þessu signali eða sjónvarpsmerki með 20-30 sekúndna millibili og hefur nokkur 1000 miljón möguleika til að ruggla merkinu. Þannig að þeir sem að gæla við þá hugmynd að menn geti valið hér alls konar sjónvarpsefni úr öllum áttum, að ég held að það séu draumsýnir sem ekki munu rætast. En þar sem að auglýsingasjónvarp verður, að þá eins og ég segi, þá eru þeim sem það reka auðvitað sem mest í mun að sem flestir sjái. Þakka ykkur fyrir. Við þökkum Eið Guðnasyni kærlega fyrir. Næstur á mælendaskrá næstu framsögumanna Reynir Hugason. Hann fæddur 12. október 1942 og stúdent frá Laugavatni frá árinu 1966. Hann lauk verkfræði prófi í rafeindafræðum í Stokkólmi 1973 og stofnaði tölvuskólan í Reykjavík 1979 og þá tölvubúðina einnig 1981. Gjörðu svo vel, Reynir. Það mikils virði allavega fyrir mig. Það ekki svo oft sem að menn eins og hér Sæmundur myndist nú reyndar á upphafi, það Reykjavíkurvaldi sem meðal annars birtist í 10 menn sem stunda störf á mínu tagi, þeir fá ekki alltaf oft tækifæri til þess að fylgjast með hlutum út á landi. Ég hef að ýmsum ástæðum þurft að leggja mig svolítið eftir þróunin í fjölmiðlamálum hér á landi og raunar annars staðar líka, og ég heyrst það í útvarpi og annars staðar að ýmislegt sé að gerast í Borgarnesi og þess vegna mjög gagnlegt að fá að vera hérna, og sjálfsagt fer á þessum fundi eins og flestum fundi eins og ég á að ég hef meira gagn af því sem gerist þar heldur en það gagn sem eventuelt haft af mér. En það sem ég hef hér til málun að leggja svona umfram það sem aðrir hafa sagt, það myndi kannski einhvern snúast að félagslegu hlutverki fjölmiðla almennt og einnig spurningun það hvernig menn skiptast á upplýsingum í heiminum yfir höfuð. Til hvers raði hverjir veita upplýsingar, hverjir fá upplýsingar og hvernig vinsast þeir í sundur, upplýsingaveitendur, upplýsingaþiggjendur eða upplýsingaþolendur eins og kannski veri rétt að kalla þá í sumum tilvikum. Þetta eru töluvert flóknir hlutir og ekki hafa þeir orðið einfaldari við rás síðustu viðburða. Það sjálfsagt rétt. Á vissan hátt höfðu þeir báðir mjög rétt fyrir sér sem hér töluðu á undan mér, Sæmundur fyrstur og síðan Eiður. Sæmundur sagði að þetta var orðin gömul lög og talaði eiginlega af hálfgerði fyrirlitningum útvarpslögin. Þau voru orðin svo gömul. Eiður bent honum jafn réttilega á að þessi lög væru sko ekkert gömul. Þau eru ekki nema 10 ára gömul þessi lög og voru mjög gaumgæfilega endurskoðuð undir forystu Benedikt Gröndals sem þekkti mjög vel til þeirra mála og var víða leitað þangað að gera þau sem best úr garði. Gallinn bara sá, eins og Reynir benti á, að þróunin orðin svo ör að það sem orðið 10 ára gamalt er ansi úreltur hlutur þegar hér komið sögu. Og það bitnar eiginlega svolítið á því sem að ég hef hér að segja. Ég hef ýmislegt að segja fjölmiðla og áhrif fjölmiðla, en mín þekking, hún byggir í tiltölulega litlu leyti á þessari síðustu þróun. Fjölmiðlarannsóknir hafa alls ekki náð til myndbandabyltingarinnar vegna þess að hún hefur gerst óskaplega ört. Við vitum óskaplega lítið áhrif myndbandaþróunarinnar í heiminum og kannski sérstaklega á Íslandi. Ég ætla núna í þessar umræðu kannski lítilega að reyna að draga ályktanir af því sem við vitum almennt fjölmiðla áhrif og hlutverk fjölmiðla meðal fólks, reyna að draga ályktanir af þeirri vitneskju og heimfæra hana upp á myndbandaþróunina. Í mjög stuttum máli alveg óhætt að fullyrða það að áhrif fjölmiðla á daglegt líf fólks hafa farið vaxandi hröðum skrefum með hverjum áratug sem hefur liðið á þessa öld. Fjölmiðlabyltingin getum við sagt að hafi hafist í lok fyrri heimsstyrjaldarinnar, svo sem eins og árið 1920, en þá hófst útvarp í Bandaríkjunum og var þá í rauninni aðdragandann að því tiltölulega mjög stuttur, svona í mestalegi 1 áratugur og alla það.
En þá hófst semst reglulegt útvarp á öðru efni heldur en eintófri tónlist, fréttaflutningur og þess háttar. Síðan gerist það á þeim sama áratug, 1920-1930, að reglulegt útvarp hefst allan hinn tæknivædda heim. Í Bretlandi, á meginlandinu, á Norðurlöndum og meira segja á Íslandi. Reglulegt útvarp hefst á Íslandi, ef ég man rétt í árslok 1926, gegnum Skrykkjótt, en 1930 hefst mjög reglulegt útvarp sem að, eins og Auður benti á, hefur ekki breyst neitt óskaplega mikið síðan. Og þessir hlutir, útvarpið og síðan sjónvarpið, hafa gjörbreytt heiminum. Þeir hafa gjörbreytt vitneskju okkar heiminn og við verðum að gera okkur grein fyrir því að þegar við erum að tala hlutverk þessara tækni hér, að þá getum við raunin alls ekki sett okkur í spor þeirra sem að fjölmiðlarnir hafa áhrif á. Við sem hér eru minni flest verðum fyrir tiltölulega litlum áhrifum á fjölmiðlunum. Einfaldlega vegna þess að okkar, ég ekki meina það að þroskaskeið okkar sé á endarunnið, vonandi eigum nú öll einhver tækifæri til þess að breytast og tileinka okkur ný viðhorf. En í stórum dráttum svona persónugerð okkar hvers í sínu lagi orðin nokkurn veginn klár. En þessi persónugerð, hún mótaðist, hún var ákaflega óljós í upphafi, hún mótaðist í mjög miklum mæli af áhrifum umhverfisins, fjölskyldu okkar, ættingjum, heimilinu, fólkinu í götunni eða fólkinu á bænum þar sem við byggum, hvað sem það nú var, og af fjölmiðlunum í þeim mæli sem við kynntumst þeim. Ég get til dæmis reyndar yfir fyrir mér hverju sterkustu fjölmiðla áhrif sem að ég hef orðið fyrir, og þá verði ég að leita langt aftur í tíman. Áhrifin á mig af fréttum seinni ára, þau stafa fyrst og næst að því að ég nota þær fréttir sem ég lesi í blöðunum núna til þess að staðfesta mínar eigin skoðanir, til þess að ég hagræði fréttaflutningnum í samræmi við þær skoðanir sem ég hef, vegna þess að ég er búinn að móta mína heimsmynd og fjölmiðlarnir get ekki svo glatt breytt henni. Það þarf eitthvað mjög mikið að gerast til þess að frétt í fjölmiðli raski heimsmynd minni alvarlega. Einfaldlega vegna þess að ég tel mig vera búinn að afla svo mikil upplýsingar fyrirfram að ég lít á hverja einustu frétt sem ég fæ í ljósi þess sem ég vissi fyrir, og þetta gildir okkur öll. Þegar við erum aftur á móti yngri, þá vitum við ákaflega lítið, við erum ekki búin að mynda hennar heimsmynd, móta hennar heimsmynd, og þess vegna það sem gerist í fjölmiðlunum og sem berst okkur til augna og eyrna í gegnum fjölmiðlin miklu afdrifaríkara heldur en þeir eru fullorðin. Og það sem ég man mest úr fjölmiðlum frá því að ég var krakki, það eru frásagnir af Kóreustríðinu, það eru frásagnir af einstakir viðburðir, það eru réttarhöldin yfir Rósenberg-hjónunum og svona hlutir. Og þetta ég alveg sannfærður hefur haft verulega áhrif á sjálfan mig síðar meir. Einnig svona einstöku viðburðir innan lands eins og slysfarir og þess háttar. Og ég er sannfærður að þetta hefur breytt mér. Ég er öðruvísi maður vegna þess að ég varð fyrir þessu áreiti af fjölmiðlunum þegar ég var krakki. En ef ég ætti svo að fara að bera fjölmiðlareynslu mína í bernsku saman við þá fjölmiðlareynslu sem að börn okkar verða fyrir, þá bliknar hún gjörsamlega. Og hvað vissi ég Kóreustríðið? Ég las það í blöðunum, þegar ég fór að skilja það sem heyrist í útvarpi, þá gat ég fylgst með því. Okkar börn núna, þau horfa á bókstaflega styrjaldir frá degi til dags. Þeim eru sýnd í smáatriðum styrjaldarviðburðir, náttúruhamfarir, stjórnarbyltingar, slys og hvað eina. Allt þetta dynur á börnum inn í stofu án þess að ég rauna við, það er að segja, þá meina ég við sem foreldrar, séum nokkru sinni spurður á það. Einu tökin sem við höfum á því að stjórna því frétta og hvað ég var að segja, skemmti og fræðslefni sem kemur í sjónvarpi og útvarpi og vissum mæliblöðum, þó á ég nú hér fyrst og næstu sjónvarp og útvarp. Það er í gegnum pólitísk áhrif okkar á það hverjir ráða útvarpinu og sjónvarpinu, hvað telja þeir hæfilegt að komi í þessum miðlum og hvað telja þeir að ekki sé hæfilegt að komi í þessum miðlum. Og þetta, eins og þið kannski er ykkur nú farið að reyna grunni, og þetta er á nokkru leyti aðdragandinn að því sem ég hef að segja Kapal-tæknina. Það sem er alvarlegasti þátturinn, mínu áliti, við þessa ógnarlegu útbreiðslu myndbandakerfa sem svo eru kölluð, en það er náttúrulega hálfgerður feluleikur. Myndbandakerfi, þetta eru bara einkasjónvarsstöðvar, þetta er ekkert annað. Þið hér í Borgarnesi, þið rekið litla einkasjónvarsstöð, þið ekki með neitt myndbandakerfi. Ég meina, all right, en við getum alveg eins kallað Ríkisútvarpið myndbandakerfi, megna því efnis að það er sýnt er á böndum. Það er vísa sendt með
send í gegnum ljósvakann en þið notið kapal. Það er bara tímabundið ástand, þetta kapalmál ykkar. Annarkvort verður þróunin svo að allir fari yfir í kapal eða þá þið farið að varpa út bara í ljósvakann, það er miklu ódýrara og einfaldara. Akkur að vera að leggja leiðslur milli allra húsa til þess að senda bíómynd sem alveg eins og þetta að senda í loftinu. Málið er bara það að af alkunnri íhaldssemi þá hafa yfirvöld stokkið til í hvers skipti sem einhver sendur út í loftinu en látið óátalið meðan það sendt eftir þræði. En þetta er auðvitað, það er engin lógík í þessu og verður ekki. Nú, en ef ég vík aðeins aftur almennt að félagslegum áhrifum fjölmiðlanna, að þá vil ég leggja það mjög ríka áherslu að sá veruleiki sem að við þekkjum, það er að segja heimurinn eins og við þekkjum hann, nú á dögum er ekki reynsluheimur okkar sjálfra. Við höfum ekki upplifað heiminn sem að við lifum í. Afar okkar og ömmur, foreldrar okkar, þau þekktu heiminn fyrst og fremst af eigin reynslu. Þau ferðuðust miklu minna, þau fengu miklu minna af fréttum, þau hlustuðu jafnvel alls ekki á útvarpi, mestarlagi þá á allt annan hátt heldur en við gerðum. Þeirra þekkingum veröldina væri stórum dráttum byggð á því sem að gerðist í kringum þau sem gáttu sjálf þreifað á fundi fyrir. Þetta gildir ekki okkur. Við erum tilknúin á hverjum einasta degi að taka afstöðu með einum öðrum hætti til viðburða sem við höfum aldrei upplifað og munum aldrei upplifa og getum aldrei sagt fyrir að eigin reynslu hvernig voru. Við þekkjum viðburðina eingöngu í gegnum fjölmiðlana. Sem sagt, veruleiki okkar daga er veruleiki fjölmiðlana. Og með því móti er ég ekki að segja að þetta sé einhverju blekkingarheimur. Alls ekki. Ég meina, þetta er valkostaheimur. Svo heimur sem við þekkjum er ein tegund af heimi. Það eru til ýmsir aðrir heimar en við þekkjum heiminn eins og Associated Press og Reuters og útvarpsráð og fréttamenn útvarps og sjónvarps og blaðamenn Reykjavíkurblaðanna kjósa að sýna okkur að. Það er AP, það er Reuters og það er í miklu minni mæli AFP sem að móta heimsmynd okkar, mynd okkar af veröldinni í kringum okkur. Við vitum tiltölulega mjög lítið þá heimsmynd sem að til dæmis TASS bregður upp eða fréttastofa Nýja Kína eða fréttastofa Vietnams eða Tanjúk. Við vitum tiltölulega mjög lítið þetta. Ég vil þó ekki gera allt of mikið úr þessu vegna þess að auðvitað vita þeir hjá AP og Reuters hvað er að gerast á hinum fréttastofunum. En sem sagt, okkar heimur, hann mótast fyrst og fremst að því sem að hinar voldugu vestrænu fréttastofur telja forvitnilegt. Og þegar ég segi þetta þá er ég ekki ég er ekkert að hneykslast að þessu. Þetta er margar mjög eðlilegt. Við erum sjálf hluti af hinum vestræna heimi. Þetta er svo heimsmynd sem að okkur hentar kannski mörgleiti. Og hún er ekki raung, ég er ekki heldur að segja það. En þetta er bara ein tegund af heimi. Heimurinn er sem sagt margvíslegur og svo reynsluheimur sem við sjálf gætum með einhverjum fræðilegum hætti reynt að mynda okkur. Hann er auðvitað ennþá öðruvísi. En það er tónmál að tala það. Nú er verið að ræða að gjörbylta stöðu íslensku ríkisfjölmiðlana. Menn tala hér margir það að í raun og veru sé sú bylting þegar hún gat gengin. Það sé ekkert annað eftir en bara að gera að hræinu að Ríkisútvarpinu íslenska. Það er nánast búið að slatraði. Þarna er ég nú kannski er þetta svolítið orðum aukið að Ríkisútvarpið geti hugsanlega tekið undir með Mark Twain það að sögursagnar andlát hans séu nokkuð aðrótum auknar. En ég ætla að biðja ykkur aðeins að staldra samt við spurningun það hvað vakti fyrir löggjafanum í upphafi. Af hverju eru sett lög að því tagi sem að veita ríkinu í rauninni, þar sé Ríkisútvarpinu gegnum ríkið, enga rétt til þess að stunda fjölmiðlun. Ef við lítum á greinargerð nefndarinnar sem samdi útvarpslögin, þá græðum við tiltölulega lítið á því. Það er fróðleg og gagnleg greinargerð, en hún er ákaflega fáorð grundvallarsjónarmið. Af hverju skyldi þessi miðill vera tekinn þannig úr höndunum raunin úr höndunum almenningi og settur undir miðstýringu. Og ég ætla ekki að eyða mjög mörgum orðum í það vegna þess að hér þurfa aðrir að taka til máls.
En ég vil lýsa þeirri skoðun minni að það hafi verið svo gjörsamlega sjálfsagt í hugum manna að þessi miðill væri alltof máttugur, alltof vandmeðfarinn, alltof dýr til þess að það væri réttlætanlegt að láta hann í hendurnar á hverjum sem er. Framan af fyrir 30, 40, 50 árum síðan þá var auka ástæðan svo að það var ekki pláss í loftinu fyrir alla sem vildi útvarpa. Það þau rökkurum fyrir lifandi löngusögunni. Eftir að útvarp á FM-bylgju tók að tíðkast þá endalaust pláss. Við öll hérna inni getum fengið útlutað okkar eigin bylgju og byrjað að útvarpa. Annar mál hvort að einhverju nefndi að hlusta á okkur öll saman. En sem sagt það væri nóg pláss fyrir okkur öll. Þess vegna sú röksemd ekki lengur fyrir hendi. En hin rökin standa í rauninni ennþá. Útvarp og sjónvarp ennþá ákaflega dýrt í rekstri og útvarp og sjónvarp meira en nokkru sinni áhrifatæki til þess að móta heimsmynd okkar og stjórna á þann hátt líf okkar að verulegu leyti. Við megum ekki gera lítið úr þeim þætti fjölmiðlana sem sé að stjórna líf okkar. Og það ábyrgðarhluti að ákveða það að láta slíka yfirstjórn tilverunar í hendurnar á bókstaflega talað hverjum sem er. Einmitt í ljósi þess mætti kannski staldra aðeins við spurningunum það hvers konar sjónvarp getur þróast á stað eins og í Borgarnesi. Ég held að það sé óhugsandi að Borgnesingar sjálfir, hvaða byggðarlag sem af sömu stærð og Borgarnes, geti haldið úti eigin sjónvarpsstöð sem að risi undir nafni. Ég held að það sé útilokað. Ég held að það sem myndi gerast, og nú ég að gefa mér það svo að löggjafinn bara bókstaflega gefist upp, menntamálaráðherra bara gefist upp hreinlega og segi allt í lagi, gott fólk, sjónvarpið bara eins og ykkur sýnist, við bara lokum ríkisútvarpinu. Eða sem sagt að ríkisútvarpið verður bara að þjást í samkeppni við ykkur. Ef við hugsaum okkur þetta gerðist, þá myndi sennilega spretta upp svona stöðvar, ekki ósvipuð sú sem hér komin á laggirnar og óneitanlega mjög merkilegt fyrirbæri. Það myndi spretta upp víðs vegar um landið, en þær myndi ekki geta starfa sjálfstætt, heldur myndi áður en nokkur maður veit af vera komið á laggirnar kerfi af svipuðu tagi, þó allt verið það minni í sniðum, af svipuðu tagi og bandarísku netstöðvarnar, networks sem eru kallaðar, NBC, CBS, ABC, þessar stóru stöðvar. Þessar stöðvar ráða í rauninni því sem gerist í litlu stöðvanum. Að nafninu til eru litlu stöðvarnar sjálfstæðar, en í raun eru þær ofurseldar valdi stóru stöðvanna sem að kaupa besta auglýsingatíman, skammtaði efni, skila til þeirra fréttunum, en eftirláta þeim síðan lakari sendingartíma á annað slagið á vissum tímum dags, þar sem menn geta sendt sitt eigið heimaefni. Og þetta yrði voldugur aðili sem ég ekki voðalega spenntur fyrir að tækja að sér veruleika sköpun hérna hjá okkur. Ég hef margt að aðtöfu ríkisútvarpið og oftar en ekki er ég ósammála og ósáttur við það sem þar gerist. En ég hlýt þá að horfast í augu við það að þetta tæki í gangi í samræmi við lög landsins og því stjórnað af mönnum sem að ég hef vissa möguleika til þess að hafa áhrif á með pólitísku starfi almennt og meira konkrétt með þátttöku í kosningum. Og sérstaklega í litlu landi eins og Íslandi þá eigum við ekki að vanmeta það. Þau áhrif sem við getum haft beint á stjórnendur slíkra tækja og ráðamenn almennt. Og ef ég hefði tíma til, ég veit ekki alveg hvort að mér leyfist að níðast þannig á tímamanna, þá hefði ég viljað lenda í smá umræðu við Eið einmitt afleiðingarnar af Núrtsat, sko. Við sjáum til hvort ég gera það núna eða á eftir. Sko, fjármögnun ríkisútvarpsins eins og þið vitið með afnotagjöldum, með tolltekjum í minnkandi mæli og af auglýsingum. Næstum því helmingur af tekjum hljóðvarpsins kemur af auglýsingum, en miklu minni hluti af tekjum sjónvarpsins kemur af auglýsingum. Eftir sem áður auglýsingar ríkur þáttur þar í. Þetta hluti sem tiltölulega óvenjulegur og þekkist ekki annars staðar á Norðurlöndum nema hér og vísu að hluta til í Finnlandi. Í öðrum Evrópulöndum þetta sitt á hvað. Ef þróunin verður eins og ég að spá, þarf að segja að það sprett upp svona litla stöðvar hér og þar sem síðan sameinast í eina stóra, að þá spá ég því líka, gott fólk,
að það verður ekki áframhald á því að þið borgi 50 eða 65 krónur á mánuði fyrir það að hafa aðgang að þessum tækjum. Það verður smám saman að fara að setja inn auglýsingar í þetta og það heldur fyrir en seinna. Það þegar byrjaði töluverður afgangur á því upp í Breiðholti í Reykjavík, þó að það sé nú líklega ekki byrjað með beinar auglýsingar. Óbeinar auglýsingar eru þó óneitanlega byrjaðar þar, svona plötukynningar og þess háttar. Þessi þróun verður til þess, náttúrulega annars vegar náttúrulega dregur þetta bust úr nefi Ríkisútvarpsins, en kannski menn gráti það þurrundtárum, en hinn afleiðingin verður svo að við verðum ofurseld markaðslögmálunum í ennþá ríkara mæli heldur en áður og ég sem sagt treysti mér ekki til þess hér að fara mjög langt út í þá sálma, afleiðingarnar af því að lenda í auglýsingasjónvarpi. En þeir sem hafa ferðast þau lönd þar sem að auglýsingasjónvarp grasserar, þeir vita hvað ég á við. Og ég tel að það sé ekki eftirsóknarvert, ég held að við fáum ekki betri heim í gegnum það. Og þess vegna tel ég óskaplega brýnt að við reynum að hafa stjórn á þessu í gegnum lög. Jafnvel þó að það verða viðurkennast að lögin eru meingölluð. Eiður myndist hér á frumvarpin og ég vil sérstaklega benda okkur á í sambandi við endurbreytingar á útvarp og sjónvarpi. Þá vil ég sérstaklega benda á það frumvarp sem að þeir Benedikt Gröndal og Árni Gunnarsson fluttu og sem ég þykist nú vita að Eiður eigi nú einhvern hluta líka. Það sem einmitt tekið á mjög skynsamlegan hátt að mínu áliti á þessum vandamálum. Hvernig hægt að komast til móts við þessa þróun, hvernig hægt að mæta þessari þörf sem tvímælalaus án þess að allt fari út í fullkomið stjórnleysi, eins og til borgarstjórn Reykjavíkur hefur end til núna. Svo samþykkt borgarstjórn Reykjavíkur að leyfa hverjum sem að grafa hvað sem í rauninni. Það er svo meginstefna sem hefur verið mótuð. Hún getur ekki leitt til annars en algjörs öngþveitis á þessu svið og því fyrir sem að borgarstjórn gerir sig grein fyrir því betra. Nú, ég held ég verði að reyna að stytta málum mitt hérna núna og reyna frekar að koma inn í umræður og eftir. Það er ýmis atriði í máli fyrir ræðumanna sem ég vildi mjög gjarna gera athugasemdir við, en það getur að koma bara smám saman. En ég get sem sagt ekki stillt mig aðeins að bregða upp vissum andstæðum hérna í tilefni af því að mann ræddu hér bæði Reynir og Eiður kom inn á spurninguna gervihnetta útvarp. Og ég vil taka það fram strax að ég alveg sammála því sem þeir segja að sjónvarp, útvarp og sjónvarp gervinetti, það kemur yfir okkur fyrir þetta síðar. Og þegar það komið, þá munu þeir sem eru búin að koma sér upp myndbandakerfi, kapalsjónvarp heilt byggð alveg eins og hérna, þeir munu standa mjög vel að vígi. Ef þið eru á næstu árum búin að koma ykkur upp fullkomna kapalkerfi, þá munu þið að miklu betri möguleika en önnur byggðarlög til að taka við verulega góðum merkjum. Þið munu geta komið ykkur upp ef vísu ekki stöð á borð við Skyggni, það auðvitað viðurkennt, en þið þurfið þess ekki, þið getur kannski 3 metra parabólulotnætti og þá eru þið með allt önnur og miklu betri skilyrði heldur en einstaklingar sem eru að bjastra við það sjálfir. En ef Nordsat verður að veruleika, þá það að mínu viti í áttina frá þeim hugmyndir sem hér hefur verið lýst og sem að Sæmundur á vissan hátt fulltrúi fyrir. Það er að segja þær hugmyndir að fólk eigi að fá að gera sem mest sjálft, þau ráða því sjálft hvað það horfir á í sjónvarpinu, þau meiri sé að framleiða sitt eigið sjónvarpsefni sjálft og það eigi samt að þetta eigi að vinnast í náinni samvinnu, að sem fólki sjálft eigi rauninni að stjórna því hvað kemur að skjáin hjá því. Þetta finnst mér vera ákaflega jákvæð hlið á þessari þróun sem að hér hefur orðið, þó ég eins og það heyrið hafi ýmsar efasemdir hvernig þetta getur gengið í framtíðinni. Nordsat skref í þveröfuga átt. Það í áttina til aukinnar miðstýringar. Ég sagði áðan að við getum haft ýmisleg áhrif á okkar, að ráðamenn okkar útvarps og sjónvarps. En ég býð ekki í okkur að reyna að fara að hafa áhrif á einhverja skrifstofu í Stokkhólmi sem að ráðskast með Nordsat. Og þaðan að síður munum við hafa áhrif á útvarpsráðið í Finnlandi, Danmörku eða Noregi þegar þau fara að senda yfir okkar efni. Og ég ekki að mótmæla því að við getum haft gagn og gaman af þessu efni. Ég bara benda á það að Nordsat áætlunin stefnir öll í áttina til aukinnar miðstýringar, til aukinnar firringar almennings gagnvart fjölmiðlunum. Og því leyti tel ég þessa þróun dálítið sorglega. En það auðvitað jafnvíst og jafnsatt að við munum hér sitja uppi með þróunina. Það alveg klart. Já, og síðan, það verður mín lokaorð hér. Það sá samanburður sem stundum hefur verið gerður og var síðast gert núna í sjónvarpsþætti, svona fróðlegum sjónvarpsþætti hérna fyrir helgina.
Það er samanburðurinn á því að stofna sjónvarpsstöð eða útvarpsstöð og stofna útgáfufyrirtæki til að gefa út bækur eða blöð. Á þessu er grundvallarmunur og ég vil ekki sjá mér færi að nota þetta tækifæri til þess að leggja svolítið áherslu á það. Það er grundvallarmunur á því að einhver maður tæki sig til að stofna útgáfufyrirtæki, gefa út bók, skrifa bók og leitist að selja hana, eða maður stofni til útgáfu á dagblaði og reyna að selja það á dagblaði, og að stofna sjónvarpsstöð. Munurinn liggur í því að ég ræð því hvaða bók ég kaupi, ég ræð því hvaða bók er til á heimili mínu og ég ræð því hvaða blöð eru keypt á heimili mitt. Með öðrum orðum, ég hef töluvert að segja það hvernig bóka- og blaðaheimur minna barna, minnar fjölskyldu er. Ég hef ekkert að segja það hvernig sjónvarpsheimur minna barna er. Ég ræð engu það. Sumir koma með hótvindu og segja, ég vil akkur bara slaka tækinu, það takki til þess. Það er auðvitað gjörsamlega út í bláinn. Sjónvarpstæki er í eðli sínu þannig að það er ekki hægt bara að leysa það með svo einföldum hætti. Sjónvarpstæki á heimili er óviðráðanlegur hlutur og þess vegna er eina aðferðin sem við höfum til þess að velja sjónvarpsefni, það er að hafa áhrif á það hvað er sent á stað í upphafi. Við getum ekki stjórnað því á tækinu sjálfu. Einnig er önnur hlið á þessu máli sem er svo að börn lesa ekki bækur fyrir þau eru orðin vel læs. Þau skoða myndabækur en þau skilja ekki meira svo hvað gerist í myndabókunum fyrir þau eru orðin allstálpuð. Börn eru farin að kveikja á sjónvarpi upp á eigin spýtur þegar þau eru 3 ára gömul og þau eru farin að velja á milli rása við 3 ára aldur og þau sitja fyrir framan þetta, skilja ekki upp niður af vísu en þau verða fyrir gífurlegum áhrifum af þessu tæki og áhrifum sem sagt sjónvarpið annars vegar og allir aðrir fjölmiðlar hins vegar, það er ekki með góðu móti hægt að nefna þessa hluti í sömu andrá og þess vegna verða það mín síðustu orð hér að við getum aldrei verið nógu varkár, við getum aldrei verið vandað okkur nógu mikið og við skulum aldrei hugsa fyrst og næstu peningana þegar sjónvarpið er annars vegar. Takk. Já, við þökkum Þorbirni Brynjarssyni kærlega fyrir. Þá er orðið gefið frjálst fyrir fyrirspurnir og umræður og ég vil eindregið hvetja ykkur til þess að taka til máls hér, annaðhvort að varpa fram fyrirspurnir til þessara manna sem allir búa yfir mikilli þekkingu á þeim málum sem við erum að ræða hér, eða þá til þess að láta ykkar eigin skoðinu ljós. Orðið er frjálst. Guðmundur Ingi Vofi, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ágætir frummælendur, gott fundarfólk. Mér langar til að byrja á því að þakka ykkur fyrir ágætar framsögur og ekki síst síðasta ræðumanni. Hann vakti verulegar hugleiðingar hjá mér minnstakosti þessi mál. Nú, ég ætla að byrja á því að eins og Sæmundur að hann vitnaði hér í ákveðna grein. Ég las nú þessa grein líka og það læðist nú að mér sá hugur að þau orð sem Sæmundur fór með hér í upphafi þau sé nú rétt og sönn. Því að þetta held ég að sé nú aðal uppistaðan í vídeó, það séu kannski glæpamyndir og annað slíkt. Nú í framhaldi af því að þá ætla ég að undirstrika það sem að síðasti ræðumaður sagði, að við ráðum ekki við takkan á sjónvarpinu. Það er ekki svo einfaldur hlutur. Nú Sæmundur hann taldi hér upp dagskrá Vídeó Borgarnes. Mér er nú ekki grunlaust hann hafi sleppt kannski örlitlu þar úr og það gildir náttúrulega það sama, það er takkinn á sjónvarpinu sem að við kannski ráðum ekki við. Nú þá ætla ég að varpa fram spurningunni til frummælanda og annara sem koma hér á eftir. Ef að þeir hugleitu nú aðeins hvaða áhrif þetta vídeó eða þessi vídeó, þær myndir sem þar eru sýndar og það efni sem þar er sýnt, hvaða áhrif haldið að það hafi á heimsmynd barnanna og mótir raunverulega þeirra viðhorf gagnvart lífinu. Því að heimsmyndin hún
myndast eins og réttilega var bent á af utanaðkomandi áhrifum jafn mikið eða í meira magni heldur en frá foreldrum að mínu mati. Nú sömuleiðis að þá ætla ég að víkja örlítið að því að Eiður vill láta lengja sjónvarp, hætta sjónvarpa eða sem sagt að byrja sjónvarp aftur á 50 dögum, hætta sumarlokuninni. Nú ég held að ég tali nú fyrir munn flestra að ákaflega maður nú feginn þegar að sjónvarpið lokar, því að þá liggur maður ekki yfir í tíma og ótíma. Nú sömuleiðis með 50 dagana, það hafa hingað til verið taldir einu dagarnir sem hefur hægt að hafa fund á. Nú ég ekki að segja að slök fundarsókn núna sé sjónvarpinu að kenna, en kannski útsendingu vídeón, ég veit það ekki. En ég nú óhress með það ef að þessu yrði breytt. Ég vildi heldur jafnvel lengja þennan tíma og vanda þá betur þá dagskrá sem við fáum og leggja meira upp úr innlendum fræðsluþáttum og öðru slíku. Nú ég sæi nú ekkert eftir því þó að misti sig eitthvað af þessum 200-300 sænsku myndum sem við höfum vona á næstu ári. Já, við þakkum Guðmundi Inga fyrir. Er ekki fleiri sem að vilja taka til máls? Björgvin Óskar, gjörðu svo vel. Herra fundarstjóri, góðu borgnesingar og gestir. Ég hef fylgst af áhuga með því sem að hefur komið hér hefur fram og það er náttúrulega þau orð sem að hafa verið sögð hér vekja mann mikið til umhugsunar raunverulega hver framtíð ekki bara kapal sjónvarps í Borgarnesi heldur sú þróun sem að koma skal. En það hefur verið talað hér og tíðrætt peningaleysi ríkisfjölmiðlans eða fjölmiðlana, þar á meðal sjónvarpsins. Mig langar þá aðeins að koma inn á eina litla fyrirspurn til alþingismannsins. Það er gert ráð fyrir að tekið svo til sjónvarpsins eða Pósts og Síma til uppbyggingar eða endurbyggingar dreifikerfis sjónvarps og sennilega tækjakaupa eigi að koma af innflutningsgjöldum af sjónvarpi og ef að líkum lætur þá má nú segja raunverulega með eðlilega átt að renna til þessar uppbyggingar sé einhvers staðar í kringum 80 milljónir eða 6-10 miljardar gamla krónur. Þetta rann að hluta til ef ég man rétt og ég náttúrulega vænti þess að vera leiðréttur ef að svo ber ef ég fer með rangt mál að þetta rann til að byrja með í þessa sem sagt að endurbyggja eða uppbyggja dreifikerfið en síðan fór fingurinn á fjármálaráðherra af stað og síðan held ég að þetta hafi farið í þessa sameiginlegu púlíu. Mér langar til að vita raunverulega hver afstaða alþingismanna er til þessa máls, hvort það sé ekki eðlilegt að það sé tekin þessi markaði tekjustofn og notaður einmitt til að byggja upp þetta kerfi sem að gæti þá væntanlega staðið sig betur og stæði sennilega mikið betur á vígi í dag heldur en dæmin sýna og tala. Því að út af ykkurri er það að Íslendingar, eigum að segja 20% af þjóðinni er farin að horfa á sjónvarpsefni í gegnum kapal. Það gerist hvergi annars staðar í Evrópu. Að vísu í Bandaríkjunum er þetta mjög skipulegt og það er talið að 30-35% af bandarísku þjóðinni velji sér sjónvarpsefni í gegnum þróað kapalkerfi og gert er ráð fyrir að öll bandaríska þjóðin komi til með að horfa á þetta innan 7-8 ára. Þá er spurningin, af hverju hafa Íslendingar almennt, og ég tel það þegar að Breiðholtið allt að mestu leyti, fjöldinn allur af byggðarlögum út borg og bí eru farin að hugsa alvarlega þetta. Er það vegna þess að ríkissjónvarpið stendur sig ekki í stykkinu? Eitthvað hlýtur að vera þegar að fólk er tilbúið að leggja í geypilega mikinn kostnað
og raunverulega leggja að mörkum mánaðarlega meira heldur en að það borgar til ríkissjónvarpsins eða næstu því jafn mikið. Og borgar þó fólk afnotagjald af sjónvarpi ekki mögnunarlaust, en þetta virðist ganga mjög innilega að innheimta þessa kapals sjónvars áskriftir. Og það sá annar möguleiki fyrir hendi sem að ég held nú að sé hérna öllu vænlegri, og ég hjartanlega hlynntur því að það komi kapall. Við Borgnesingar fórum á stað með þetta mál fyrir 4 árum fyrst. Þá voru þessi mál, eða horfðu þau allt öðruvísi við. Það nefnilega svo ótal margt, eins og Reynir benti hérna réttilega á, sem að hægt að nota kapalinn til. Og ég held að sú spá sem að hann birti hérna áðan verði að raunveruleika. Nú tala nú ekki um það sem að þá möguleika sem að gerast þegar að gervihnattasjónvarp kemur. Og þá ætla ég einmitt að bera saman aðeins, ef ég má, þann mun sem að það er verið að tala um löglegar eða hálf ólöglegar sendingarstöðvar. Hvaða möguleika höfum við, til dæmis hinn almenni borgari, með okkar útvarp? Höfum við ekki tök á að ná í fleiri en eina stöð? Er nokkuð sem að skermar það af hvað við hlustum á? Hvernig verður það í framtíðinni þegar að möguleikarnir birtast og aukast með gervihnatastýringum? Að vísu eins og var bent hérna á, þá þarf í mörgum tilfellum decoder til að ná signalum, en það koma eflaust auglýsingasjónvörp sem að hafa engan áhuga á því að skerma útsendingu sína. Við erum á leiðinni inn í nýjan upplýsingaheim, þar sem að hrynja og dynja á okkur hérna upplýsingar. Og það er náttúrulega spurningi hvernig á að vinsa úr þessu. En ég sé engan stór mun á því að þiggja sjónvarpsmóttöku skilyrði frá gervihnetti, útvarpssendingu utan úr heimi í gegnum mitt viðtæki, eða kannski hafa möguleika á því að stjórna, sjá, velja efni sem að stendur mér nær, eins og til dæmis þessi möguleiki býður upp á hér í Borgarnesi. Þessi þættir eru náttúrulega svo kannski erfiðir í framkvæmd að koma á virkilega góðu sjónvarpi, vegna þess að við vitum það, eins og Eiður benti réttilega á, nýjungagirnin og nýja brumið kannski fer af þessu kapalsjónvarpi innan tíðar, og ég efast ekki að áskrifendur þessa kapalkerfa verða jafn kröfuharðir eða kröfuharðari heldur en gagnvart ríkissjónvarpinu, því að það er nú eiginlega bara gert ráð fyrir því að ríkissjónvarpi standi sig ekki. Nú, mér langar aðeins til að fá að vita um þessar upphæðir, þessar stóru upphæðir sem að sennilega hefðu, eflaust gert það að verkum að ríkissjónvarpið ætti að standa sig betur. Þökkum Björgvin fyrir, orðið er laust. Gjörðu svo vel. Þú heitir? Sólveig, gjörðu svo vel. Fundarstjóri og snillingarnir við borðið. Ég vil þakka Jósíumönnum fyrir að koma með blað heim til mín, þar sem að þetta nú kalla samfélag JCB, held ég að það sé samanstandi af karlmönnum yfirleitt, og svoleiðis yfirleitt þessa klúbba eins og Lion og held ég yfirleitt. Og ég er óvön að koma fram og tala, en ég vildi bara þakka fyrir þetta að fá að koma hérna, og hérna ég verð að segja það að ég verð alltaf að standa með
fólki sem mér finnst ég eiginlega þekkja eins og fólk sem mér finnst nú vera eiginlega inn í stofu hjá mér eins og bæði í sjónvarpinu og útvarpinu og munurinn bara sá að ég sé á skerminu þá sem koma fram í sjónvarpinu en það er svolítið munur á því manni finnst eiginlega að maður vera að tala við fólk sem maður horfir á skerminum og það er nú einhvern veginn svo að það er alltaf verið að tala kynþætti það er náttúrulega sitt hvert kynið karl og kona það liggur í augum uppi og maður er svolítið svona nervus við að tala það sko ef maður er samþykkur einhverjum manni að finnst hann vera höfða til sín þá er maður svolítið nervus fyrir því að maður sé bara sem sagt að taka hann alveg að sér alveg sem eigin mann bara og ég held að ég verð að fá vitnis eða svoleiðis fá á eftir það mér minnir endilega að vera Eiður Guðnason sem fyrst upplýst okkur skerminn þennan, hann var í sjónvarpinu í mörg ár og þá var hann á skerminum í sjónvarpinu og hann er nú svona í laginu eins og við vetum en svo kom þessi skermir sem heitir Nordsat eða hvað hann er kallaður og hann er kringlóttur, hann er eins og hringiðan eins og hringurinn og maður og svo þegar maður, sko ég er ekki kunnuð þessu vídeói hérna í Borgarnesi, ég er ekki kunnuð því og mér finnst ólega leiðinlegt sem sagt að ef maður er að gera eitthvað ólöglegt sem að ég held ekkert og get ekkert sagt að maður skerti þá sitt frelsi með því að vera að gera þetta með þetta kapalsjónvarp. Mér finnst alltaf leiðinlegt ef maður sko verður sjálfur til þess að skerða sitt frelsi ef maður er að taka sér eitthvað alræðisvald til þess sem sagt að koma einhver á stað en leið skerðir maður sitt frelsi, hver einstaklingur. Og eins verði ég að segja það og ég verða hefa alltaf haldið í þetta sem Eiður hefur sagt, ég verð bara að hæla honum fyrir það að mér hefur finnst geta mest byggt á því sem hann hefur sagt þetta og mér finnst einhvern veginn að það muni vera hægt að byggja á því og þess vegna bara mér finnst þetta bara og ég þakka bara fyrir Já, við þakkum Sólveigu fyrir orðið laust Þorkell Kjellsteið hefur beðið orðið Já, fundarstjóri, góði fundamenn. Það er nú flestir sem hér eru, þeir eru nú hér á Borgarnesi sem eru í þéttbýlinu og þess vegna held ég að verði nú að koma svona, minnst þeir sjónarmiði á framfæri að það er nú ekki allir sem geta fengið þennan kapal svona á milli húsa til sín þegar langt er orðið á milli þeirra og þess vegna finnst mér eftir að maður var svona að verða var við þetta hérna í Borgarnesi að þetta væri farið að samtengja hús og annað að ríkisútvarpi og sjónvarpi það hefur bara ekki svarað þessum kröfum sem er að ske og ég held að það sé það sem að sé alvarlegasta málið. Mér finnst með sjónvarpið ekkert hafa lagað síðan að þetta vídeóæði gekk nú yfir og þá á ég við það, ég var spurður að því áðan þegar ég sagði þetta hérna við borðið hvað finnst þér þá, finnst þér þessar myndir sem hafa verið sýndar, nú farið að sýna 2 myndir og finnst þér þetta ekki allt skárra? Að ég sagði nei við því vegna þess að ég tel sumar þessar myndir mjög leiðinlegar. Þær eru þungar og þær eru búnar til í þeim löndum sem hafa kannski þann hugsunhátt sem að við höfum og þær eru ekki skemmtilegar. Og ég held að fólk yfirleitt þegar það sest niður, til dæmis á föstudags- og laugardagskvöldi og sem við, eins og við segjum að vill slappa af, þá vill að hafa myndir sem eru léttar og skemmtilegar og geta horft á það og þessum kröfum á sjónvarpið að koma á mótsvið og þá held ég að margir hverju væru alveg ánægðir með þann sýningatíma sem að sjónvarpið sjálft er með. Við þurfum ekkert að lengja hann en við þurfum að bæta dagskrána og við þurfum að gera hana þannig að fólk vilji horfa á hana og ég held að Eiður þurfa að koma þessu til skila og ég veit að hann skilur þetta nú alveg
En ég held að þetta sé hættuleg þróun, þetta samtengingavesin eins og sumir hafa sagt sem hafa komið hér upp, vegna þess að þá ræður fólki ekki sjálft hvað það horfir á. Og ég held að í eðli sínu séu þessi vídeótæki framleidd til þess að vera heimilistæki á hverju einasta heimili og fólk geti þá farið út í verslun eða farið út í þær myndbandaleigur sem eru settar upp og valið hvað mynd það vill horfa á og það sé ekki verið bara að taka við hverju sem er, því það var eins og sagt var hér áðan að börn og annað þau höfðu farin að geta kveikt á tækinu ansi ung og þá er hort á allt sem að í gegnum tækið fer og það er ekki hægt að segja að nú skulum við bara slökkva og ekki horfa á því þetta er einhver hættuleg mynd fyrir okkur. Þess vegna finnst mér að þetta sé mjög hættuleg þróun, þessi vídeóvæðing sem við segjum með köflunum vegna þess að það ræður fólkið ekki og mér sýnist að hérna í Borgarnesi sé þetta þó allt miklu betra því þar hafa menn félag með sér og þar er örugglega þetta rætt á stjórnarfundum og kannski fólki fær að segja sína skoðun en það virðist vera svo í Reykjavík að þar bara er þetta orðið fyrirtæki sem að skammtar fólkinu hvað það fær að horfa á og þar eru auglýsingar jável gætu farið að koma inn í þetta og fólki fær lítið þetta að segja. En mér langar aðeins að spyrja það þá sem eru hér og vita mikið lögin, hvernig er það til dæmis með útvarpið? Nú hefur verið til dæmis stundum held ég jável við jarðarfarir og framboðsfundi, þá hefur verið útvarp allir með hérna á Borgarnesi. Eru það þingmenni sjálfur sem að geta gefið sér þetta leyfi eða er hægt að fá leyfi fyrir þessu með góðum hætti? Ég held til dæmis að svoleiðis væri alveg upplagt að útvarpa allir með sér fyrir þetta hér að ýmsu sem er að ske, til dæmis í sambandi við íþróttir eða menningarmál og fréttir og það þýtti ekki að vera stórar útsendingastöðar, minnst virðist þetta hafa gengið vel í sambandi við þessa framboðsfundi og væri gaman að spyrja þá, ég held að Eiður hljóti nú að vita þetta. Og mér langar líka með þessa myndbandaleigur að spyrja því hvort að það er ekki bara fyrsta sem á að taka í það séu myndbandaleigurnar, eiga þeir ekki að sjá höfundaréttinn, eiga það er ekki að sjá það að þetta sé allt greitt en það sé ekki menn út borg og bí sem að leigja þetta, nú er þetta auglýst með stórum stöðum fyrir Reykjavík á bestu götum bæjarins að þetta sé opið og er það ekki það sem á að taka í rassinn á þeim en ekki að fara út um hérna byggðir landsins og segja þeim að menn séu með þetta í ólöglega af því að þeir hafi ekki borgað höfundarétt og annað og mér minnir að þegar maður var hérna krakki í gamla daga og segulböndin voru nú að verða útbreidd mjög að þá var talað um það að það mætti ekki taka upp dansmúsík og annað og spila þetta aftur, þetta væri alltaf ólöglegt og ég bara vil fagna því að menn hafi þá dug í sér til þess að leggja kapla eins og hér í Borgarnesi og annars staðar því þetta er einkaframtaki sem að þarna lifir og það er það sem á að gilda að menn eiga að fá að gera ýmislegt og það er ekki alltaf að vera komin einhverju kallar eins og Vilhjálmur Hjálmarsson og aðrir og segja já, þetta er nú allt í lagi, það er bara að bæta sjónvarpi og þá verða allir ánægðir en það er bara það sem hefur ekki gert og ég held að í sjónvarpinu síðan Eiður og þessir gömlu hættu að þá eru orðin svo margir fréttamenn sem að flytja fréttirnar að þeir hafi ekki við að beina myndavélunum að þeim og það er ýmislegt þar sem að mætti athuga og spara og bæta dagskrána og þá held ég að flestir yrðu ánægðir. Næstur á mælendaskrá er Sigurður B. Guðbrandsson. Gjörðu svo vel. Fundarstjórar, mælendur og góður fundamenn. Ég held að ég vildi byrja því að byrja mannin þarna tæknimannin að slökkva þessu ljósi. Ég er ekki kominn til að mótmæla þessari tækniþróun og sem er hér til umræðu en ég held að ég gæti sagt það sem ég langt að segja frekar. Já, fundarstjóri, ég vil nú byrja því að þakka Jósefsfélögum í Borgarnesi fyrir það framtak að efna til þessa fundar og fá hér hæfa menn til að halda framsögu þessi fjölmiðlamál, ef svo má orðið komast, sem að mikið eru á döfinni þessa dagana og það sem er kannski merkilegt við þetta er það hvað Borgarnes hefur mikið lent inn í þessum fjölmiðlamáli með sínu kapal sjónvarpi hér. Það er sennilega 15% þeirra sem búa í Borgarnesi sem að hafa aðgang að þessu en það mætti halda það af fréttum Reykjavíkur fjölmiðlana, ef maður getur orðað það þannig eins og einhver sagði hér áðan
að það væri hver einasti Bornesingur sem að hefði möguleika á að nota þetta heima hjá sér. En það nú ekki. Og þá dettur mér helst í hug að ástæðan fyrir því sé sú að þetta þó gert hér á félagslegum grunni. Það hefur þó það umfram þessi kerfi sem í Reykjavík sem eru eingöngu gert á enga framtagsgrunninum eins og Þorkell var að hæla hér áðan. Það nú ekki allir sammála því sem betur fer. En það þó mikill munur á hvernig þetta framkvæmt hér, að þetta félagsstofnað þetta, þó að ég sé ekki alls kostar ánægður með þetta fyrirkomulag. Það líka merkilegt framtak sem hefur verið gert hér, að taka upp efni í Borgarnesi af því sem hefur gerst hér. Það þykir mér mjög merkilegt og það áræðanlegt að það hefur kannski vakið athygli á þessu. Þetta gert af mikilli áhugamennsku tveggja manna fyrst og fremst og eiga þeir náttúrulega þakkir skilið fyrir sína áhugamennsku og sitt framtak í því. En það breytir ekki því að þeir náttúrulega munu að sjálfsögðu ekki endalaust til að gera þetta og þetta þarf að fá einhvern farveg og þetta þarf að fá einhverjar reglur. Og mér finnst að það sé ánægjuleg umræða þetta og ég á því að út úr henni komi breytingar og þó að útvarpslögin séu aðeins 10 ára gömul þá eru við Íslendingar sennilega meira fyrir nýjungar en margar þjóðir og við notum nýjungarna stundum öðruvísi en aðrir því það var aldrei gert ráð fyrir því með myndsegulbönd að þau væru til þess að fara með efnum heilu hverfin. Þú áttir bara að kaupa þetta og setja þetta heim í stofuna hjá þér og hafa það fyrir þína fjölskyldu og þína kunningja. Þannig þetta sjálfsögðu hugsað en við stukkum bara svolítið yfir þetta og við fórum bara að fjölfalda þetta til fjölda fólks. Og þannig hefur komið upp alveg nýtt vandamál hjá okkur sem að hefur ekki komið upp hjá öðrum þjóðum. En mér finnst að það þurfi að verða á þessu breyting. Það þurfi að sjálfsögðu að bæta þann ríkisfjölmiðil sem við höfum sem að mörgu leyti góður og mér finnst nú hafa sýnt heldur betri myndir í vetur en oft áður þó að sjálfsagt sé það eins og annað að fólk hefur misjafnan smekk á því að þá gæti líka komið til greina einhvers konar héraðsstöðvar eða stöðvar sem næðu yfir ákveðin landshluta og flyttu þá efni meðal annars frá því sem gerist á þessum stað en ekki eins og vill allt of mikið verða hjá ríkisfjölmiðlunum að það sé fyrst og fremst miðað við Reykjavík og það sem þar gerist og þar í kring en sé heldur lítið gert af því að fara út landsbyggðina þó að það slæðist náttúrulega alltaf eitthvað með. Þá það náttúrulega fer það ekki á milli mála að megin uppistaðan af innlendu efni úr Stór-Reykjavíkursvæðinu. En mér finnst vel koma til greina að það kæmu einhverjar héraðsstöðvar. Ég held að þessi kerfi eins og eru hér í Borgarnesi muni ekki eiga framtíð fyrir sér. Ég ekkert að hafa á móti þessu eins og þetta ég held að þetta hafi verið ágætt og þetta þó félag en ekki einkaframtak. Þetta félagslegt framtak, það mikill munur á. Og það sérstaklega mikill munur á þegar fjölmiðlun að ræða. Því að, og líka þetta að hafa komið með efni frá ýmsum merkum atburðum hér í Borgarnesi, það finnst mér mjög merkilegt og ef að þetta fer í þann farveg að það komi einhverjar héraðsstöðvar eða einhver svona staðbundna stöðvar
sem að hafi það meginmarkmið að flytja efni af sínu svæði, þá held ég að þessi umræða og það sem gert hefur verið í þessu hafi orðið til góðs. Þakka ég fyrir. Við þakkum Gísla kærlega fyrir hans ræðu. Eru fleiri sem óska eftir að kveða þessu hljós? Orðið er laust. Ef að svo er ekki, að þá mun ég nú gefa frumvarendum orðið til þess að svara því sem að fram hefur komið, spurningum og öðrum. Og fyrstur er þá Sæmundur Bjarnason. Fundarstjóri, góðir áheyrendur. Ég ætla að reyna að leitast við að svara einhverju af því sem hér hefur verið spurt um. Satt að segja hefur nú gagnrýni á þetta vídeókerfi okkar hér í Borgarnesi orðið jafnvel minni en ég átti von á. Ég ætla nú svolítið að taka þetta sem ég segi eftir þeirri röð sem ég held að þetta hafi komið í. Og þetta er nú ekki allt beint svör við spurningum, heldur eru þetta hugleiðingar kannski líka í áframhaldi af því sem að sagt hefur verið. Eiður gagnrýndi nokkuð yfirstjórn útvarps og sjónvarps og vafalaust með réttu. Það er engin vafi á því að allt og mikil íhaldssemi hefur ráðið þar og beinlínis staðið í vegi fyrir framförum. Hann gat þess að eins og hálfs klukkutíma beinútsending erlendis frá skíkni myndi kosta 25.000 krónur, held ég hefur rétt. En nú langar mig til að vita hvort að þetta sé ekki bara einhver innanhúsvandi sem að Landsíminn og sjónvarpið geta leyst, hvort að þetta fer allt til útlanda eða hvort að þetta er bara tilbúin vandi sem sagt. Nú svo var verið að ræða útvarpslögin frá 1971. Það er náttúrulega bæði hægt að halda því fram að þau séu gömul og þau séu ný. Það fer allt eftir í hvaða viðmiðun er notuð. Þau eru allavega orðin ofgömul til þess að taka almennilega tillit til þess sem að er að gerast hér í dag. Nú, Þorbjörn fræddi okkur mjög mikið eðli fjölmiðlunar, vil ég segja. Ég er alveg samþykkur því. En mér fannst rauði þráðurinn í ræðu hans vera dálítið í þá átt að öll stjórn á þessu yrði að koma að ofan. Almenningi væri engan veginn treystandi í þessum málum til að hafa neina stjórn á þessu og hann hefur kannski töluvert til sín máls í því. Hann segir að þetta leiði til auglýsingasjónvarps og það er svo slæmt. En það er bara þetta sem að mér fannst vanta hjá honum, það er að sannfæra okkur þá það að þetta auglýsingasjónvarp sé svona slæmt. Við vitum það að víða er mikið frelsi í þessu eins og í Bandaríkjunum og þar hefur auglýsingasjónvarpið náð öllum tökum á þessu. En að hvaða leyti er það svona mikið verra? Mér finnst vanta að sannfæra okkur það. Við séum ekki, sem sagt, vörum okkur þá ekki nægilega á þessu auglýsingasjónvarpi nema við vitum meira það. Og hann segir, Þorbjörn, veruleiki okkar er veruleiki fjölmiðlana, vafalaust er þetta rétt, en ég held að þetta sé tvímælalaust af því góða, það sé nauðsynlegt fyrir okkur að kynnast veröldinni sem best. Auðvitað er hægt að drukkna í upplýsingaflóði en menn bara nútíma lífið nú á tímum er svo flókið að menn verða að velja og hafna og þeir verða bara að reyna að mynda sér skoðanir eftir því sem að það upplýsingar streyma til þeirra. En ég held að það að menn hafa svona mikinn aðgang að allskyns upplýsingu, það sé möguleiki til þess að með því aukist víðsýni manna og möguleikar okkar til þess og allra þjóða til þess að lifa í sátt og samlyndi aukist með auknum kynnum þjóða milli og auknu upplýsingastreymi.
Guðmundur Ingi Voge sagði að í þessu vídeói væri einkum sýndar glæpamyndir, það sagðist búast við því. Þetta held ég að sé nú ekki rétt, reyndar náttúrulega ekki kannski sama hvað þið verða að tala. Ég kannast ekki við það í þessu kerfi hjá okkur séu einkum sýndar glæpamyndir. Ég held að þessar myndir sem að við sýnum séu margar hverjar mjög góðar og auðvitað það rétt að það verður alltaf eitthvað val að ræða og þetta ekki það sama eins og ef fólk myndi fara sjálft í vídeóleigu og leigja sér kvikmyndir. Það myndi kannski taka aðrar myndir en ástæðan fyrir því að við rekum þetta fyrst og fremst sparnaðarástæður. Við álítum að það sé það dýrt að taka þessar myndir á leigu og það staðreynd að einstaklingur myndi ekki geta staðið undir því til lengdar en þegar menn sameinast þetta og þá verður þetta miklu viðráðanlegra. Og þá það hann Sigurður B. Guðbrandsson. Það dagskrárliðunum klukkan 1:30. Ég myndist ekki á hann, það var nú vegna þess að ég taldi nú ekki rétt að vera að auglýsa slíkt, en ég átti vissulega vona því að þessi spurning kæmi fram og ég var búinn að velta því nokkuð fyrir mér hvernig hægt væri að svara þessu, en fann nú eiginlega enga almennlega lausn á því og ég held eiginlega að það sé engin staður eða stund til þess að fara út í ítarlegar umræður þetta mál hérna. En ég bendi bara á að þetta klukkan 1:30 að nóttu og þetta var samþykkt sérstaklega eftir langar og ítarlegar umræður í stjórninni þar sem ég var nú nokkuð hikandi við þetta í upphafi en þetta hafði verið rætt mjög mikið þegar að þetta var undirbúið og meirihluti stjórnarinnar var þessu meðmæltur. En ég ætla nú ekki að segja meira það og ég held að ég hafi nú ekki verið búinn að úta neitt sérstakt meira hjá mér og að ég hafi engum spurningum sleppt, en eins og hefur komið hérna fram þá telja menn rétt að reglur séu settar þetta og auðvitað það nauðsynlegt, en það samt spurning hvað verður. Það erfitt að draga markalínuna. Það hefur verið látið liggja því einkum opinberir aðilar í upphafi þessarar myndbandavæðingar að eðlilegt væri að miðað væri við hús, sem sagt að ef að í einu húsi íbúðir í fjölbýlishúsi væri samtengdar þá myndi sem sagt löggjafinn eða opinberir aðilar ekkert skipta sér af neinu sem þar færi fram, en hins vegar farið væri að tengja þau sama með kapli, þar væri farið yfir mörkin. Þetta held ég að sé algjörlega fráleit viðmiðun. Hvaða rétt ætti til dæmis 1200 manna blokk í Reykjavík að hafa umfram einhvert þorp út á landi í þessu tilliti til að tengja svona saman? Það algjörlega fráleit. Það verður að byggja slíka reglur á einhverjum vissum fjölda og það hlýtur að verða gert og það verður að útskýra betur hvað opinber útsending og hvað eru einkanot í skilningi höfundaréttarlagana og í skilningi útvarpslagana einnig, því að það hlýtur að koma að því að setta verða afdráttarlausar reglur þessi mál. Næstur svarar þá Eiður Guðnason. Gjörðu svo vel, Eiður. Fundarstjórar, góðir fundarmenn, aðeins út af þessu síðasta sem hann Sæmundur var að segja að það þyrfti að skilgreina miklu nánar hvað væru einkanot og hvað væru opinber
not, þá það nú gert í þessari skýrslu sem þessi svokallaða vídeónefnd, þessari áfangaskýrslu sem þessi svokallaða vídeónefnd hefur skilað. Ég finn það nú ekki svona hér kannski í fljótu bragði, en það til skilgreining á því, meðal annars varðandi not á myndum til sýningar á vinnustöðum, að það hefur, ég held að það hefur verið miðað við töluna 10 til 20, að meðan það væri undir þessari tölu þá getur það talist einkanot, en þar fyrir ofan væru opinber not. Nú það hefur ýmsum spurningum verið beint til mín og ég skal reyna að svara þeim eftir bestu getu. Sæmundur spurði hvort þessi upphæð sem að kostar að fá einn knattspyrnuleik sendan beint hingað, hvort hún færi öll til útlanda. Því til að svara að ég hef ekki nákvæmlega sundurliðun á því hvernig þessi upphæð skiptist, en hún skiptist í grófum dráttum í þrennt. Fyrst kostnaðurinn við að koma þessu upp í gervihnöttin. Við borgum hann ekki. Síðan kostnaður til þeirra aðila sem þarna eiga hlut að máli, þá væntanlega þau 2 knattspyrnufélög eða skipuleggjendur heimsmeistarakeppninnar. Það einhver greiðsla til þeirra, hún tiltölulega lág, og síðan kostnaðurinn við að ná þessu niður úr gervihnettinum, og það sú kostnaðarleið sem að við borgum símanum, en það má auðvitað segja sem svo að þetta sé úr einum vasanum í annan, þar sem um 2 ríkisfyrirtæki að ræða, en ennþá þetta óleyst vandamál, því miður. Sigurður Guðbrandsson ræddi hér þetta aukna framboð, og þetta auðvitað alveg rétt og þetta mikið umhugsunarefni, en það athyglisvert, og það mjög athyglisvert, að því var nú spáð þegar sjónvarpið hófst hér að það myndi nú hafa sín áhrif á leikhús og listalíf. Ef eitthvað að þá hefur listalíf og leikhúslíf aukist. Ég held að hafi aldrei staðið með meiri blóma, til dæmis tónlistarlíf hér á landi. Ég held að hafi aldrei verið meiri aðsókn að tónlistarskólum og ég held að hafi aldrei verið meira líf í leiklistarstarfsemi. Og sömuleiðis sér maður ekki að jólabókunum hafi mikið fækkað, heldur hefur þeim fjölgað ef eitthvað Ýmislegt fleira hefur Þorkell Fjellsteð, hann sagði að dagskráin þyrfti að vera létt og skemmtileg í sjónvarpinu. Ég alveg sammála á föstudags- og laugardagskvöldum þegar menn vilja slappa af. En það bara ekki víst að það sem mér finnst létt og skemmtilegt, það finnist honum Þorkeli líka létt og skemmtilegt, eða ykkur öllum hér. Það nú bara svo að svo margt sinnið sem skinnið, og það verður seint hægt að setja saman dagskrá í þessum ríkisfjölmiðlum sem allir verða ánægðir með. Og það þetta færi, hefur verið skoðanakönnun í útvarpinu með Sinfóníuhljómsveitina, og þar kemur fram að það mjög lítið af fólki sem hlustar á þetta, og samtlega mér hausnum steinið þessir ráðamenn og segja Ég hef lagt til að Ríkisútvarpið hætti að styrkja Sinfóníuhljómsveitina, ekki það að ég sé á móti Sinfóníuhljómsveitinni, en ég tel það ekki verið í verkahring Ríkisútvarpsins að kosta rekstur hennar að mjög verulegu leyti. Nú, í öðru lagi spurði Þorkell þetta framboðsútvarp sem hér í kosningum, og ekki bara í kosningum vegna þess að það gerist ekki bara í þessum pólitísku kosningum, það gerist í presskosningum líka, að það gerist þannig að það sótt leyfi til Landssímans í gegnum viðkomandi ráðuneyti sem samgangur ráðuneyti í þessu tilviki. Nú, Landssíminn veitir þetta leyfi, sendir hingað upp eftir mann með litla svona bátastöð, litla sendistöð sem mjög skammdræg og sendir á miðbylgju, og fyrir þetta borga flokkarnir fullu verði. Þetta borga þeir fullu verði. Þeir borga kaup mannsins og símanum þá þjónustu sem að hann þarna veitir. Varðandi það hvort í sambandi við höfundaréttin ætti ekki á
að stemma að ósi og taka á þessum málum hjá myndbandaleigunum. Ég taldi það saman í dagblaðinu Vísi, eins og það heitir víst núna, í gær. Mér sýndust vera 17 eða 18 myndbandaleigur sem þar auglýstu þjónustu sína. En staðreyndin er bara sú að á hverju einastu spólu sem að menn fá lánaða á þessum myndbandaleigum, á henni stendur aðeins til einkanota. Og þá hygg ég að það sé ekki ágreiningur að það er þá aðeins til notkunar í myndbandi á einu heimili í senn. Þannig að þeir sem reka þessar leigur, þeir auðvitað láta það afskiptalaust, þeim er sjálfsagt út af fyrir sig sama hverjum þeir leigja. Það er svo hins vegar annað mál að það er í rauninni ekki ólöglegt og ekkert við því hægt að segja þó menn taki upp úr sjónvarpi og útvarpi á segulband til sinna eigin nota. Til sinna eigin nota. Meðan þeir nota það aðeins fyrir sig og sína fjölskyldu, þá er ekkert við því að segja og ekkert hægt að segja við því. En um leið, og þetta er orðið víðtækara og farið að nota þetta í hagnaðar skyni til dæmis, þá er þetta ekki lengur innan marka þeirra laga sem nú gilda. Ég hafði svolítið gaman af því að þegar Þorkell vinur minn fór að tala um einkaframtæki hér, þetta eru nánast sömu orð og Albert Guðmundsson notaði í ræðustól á Alþingi. Hann sagði þetta væri bara ungir og framtakssami menn og þetta væri bara mjög gott. En það má til sannsvegar færa að þetta séu ungir og framtakssamir menn sem að þessu standa, en lögbrot er lögbrot. Ef að lög eru brotin, þá skiptir engu máli hvort að það eru ungir og framtakssamir menn eða einhverjir aðrir sem að þar eiga hlut að máli. Björgvin spurði tolltekjurnar sem að Ríkisútvarpið var svipt 1977 og ég held að sú tala sem að hann nefndi tekjutap að hún sé ekki fjarri lagi. Þetta var gert að ég held án þess að alþingismenn yfirleitt gerðu sér grein fyrir því hvað væri að ske. Þetta var gert með breytingu á tollskrá. Síðan hafa verið gerðar ítrekaðar tilraunir til að fá Ríkisútvarpinu þennan tekjustofn aftur. Það voru fluttar 3 tillögur á þinginu fyrra, ein að breyta tollskrárlögum þannig að Ríkisútvarpið fengi þennan tekjustofn aftur, önnur að breyta útvarpslögum til að gera það ótvírætt að Ríkisútvarpið ætti þennan tekjustofn, og svo hinn þriðja í sambandi við fjárlög að ríkið beinlínis innti af hendi greiðslu til Ríkisútvarpsins til að bæta upp rekstrarhalla 2 síðustu ára. Allar þessar tillögur voru felldar, því miður, og því hefur nú farið sem farið hefur að það hefur þurft meðal annars að skerða dagskrána og nú er Ríkisútvarpið með langan skuldahala á eftir sér. Guðmundur Ingi sagði hér áðan að við réðum ekki við takkan á sjónvarpinu. Ég er þessu ekki alveg sammála, raunar kom Þorbjörn inn á þetta sama og nú verður auðvitað hver að tala út frá sinni reynslu. Ég held að ef að fólk ekki hefur stjórn á því á sínum heimilum, til dæmis hvað börnin horfa á síðkvöldum, að þá er þar ekki við sjónvarpið eitt að sakast, þá er eitthvað annað að, er ég ansi hræddur um. Það er að minnsta kosti mín skoðun. Nú hvaða áhrif hefur þetta á heimsmynd barnanna? Og það er afskaplega mikið talað neikvæð áhrif sjónvarps á börn og vissulega eru þau fyrir hendi og til staðar, en við megum ekki gleyma því að ég held að sjónvarpið hafi líka feiknarlega mikil jákvæð áhrif á þá sem á börn og unglinga til dæmis. Ég gerir ráð fyrir þegar við vorum að alast upp hér sem erum svona í kringum fertugt,
Ekki áttum við kost á allri þeirri leiklist, allri þeirri tónlist sem á boðstólum núna í útvarpi og sjónvarpi. Við áttum ekki kost á að njóta ýmissa höfuðverka heimsleikbókmenntanna í sjónvarpi eins og núna. Og við megum heldur ekki vanmeta það afþreyingar hlutverk í þessu streitu þjóðfélagi nútímans sem sjónvarpið hefur. Ég held að mönnum hætti til að vanmeta það. Já, þar get ég tekið undir með þér. Ég hef kynnt mér svona að nokkru leyti, kannski ekki til hlítar, það efnisframboð sem í þessum vídeóleigum. Ég hef skoðað þessa lista, ég hef séð svona lítið eitt af þessu og ég verð að segja bara eins og að mér hefur ekki fundist mikið til það efni svona upp til hópa. Auðvitað ýmislegt gott efni innanum en upp til hópa efni nú ekki tiltakanlega merkilegt. Nú varðandi fimmtudagslokunin og júlílokunina, þá ætla ég nú að efast að Guðmundur Ingi hafi talað fyrir munn flestra. Hann kannski talað fyrir munn margra, ég skal ekki gera lítið úr því. En við skulum ekki gleyma því að það ákaflega margt fólk sem að sjónvarpið mikill félagi. Þeir sem ekki komast mikið af bæ eru bundnir heima hjá sér af veikindum eða einhverjum öðrum ástæðum, gamalt fólk og lasburða. Og ég minnst að tel mig hafa fundið það ákaflega oft að sjónvarpið þessu fólki miklu meira virði heldur en við sem erum í fullu fjöri og getum farið hvert sem og hvena sem og höfum góða heilsu, að sjónvarpið þessu fólki miklu meira virði heldur en ég hafði nokkuð tímann áttað mig á. Og þetta eru þakklátustu og bestu viðskiptavinir þessarar stofnunar og ég held að hún hafi nokkrar skyldur við þetta fólk. Og þar að auki bara í fréttalegu tillit og sem frétta fjölmiðill að þá á sjónvarpið auðvitað að vera alla dag og alla mánuði. Þegar að sá heimssögulegi viðburður var að menn stigu fyrsta sinn fæti á tunglið, að þá var sjónvarpið hér lokað. Það var að vísu opnað 2 dögum seinna til að sýna þetta efni. Það sitthvað fleira. Við Þorbjörn höfum stundum rætt Nordsat á fundum. Ég ætla nú ekki að fara langt út í þá umræðu, en ég sé ekki að Nordsat eða gervihnattar sjónvarp sem kemur, ég sé ekki að það þurfi að útiloka svona héraðsstarfsemi þegar hún verður orðin leyfileg og lögleg. Ég sé ekki neitt sem að segir það sjálfkrafa að þetta útilokist, og ég tek undir það sem að Gísli Halldórsson sagði hér áðan að það kannski merkasti þáttur þessara starfsemi hér hjá ykkur það efni sem þið takið upp af því sem gerist hér í sögu þessa byggðarlags og þannig varðveitist til seinni tíma. Ég held að það sé kannski langmerkasti þátturinn í þessu, og sannfærður ég það, alveg eins og fleiri sem að hér hafa talað, að þess verður ekki langt að bíða að svona kaplar verði komnir í hvert hús. Hvert einasta hús tengt rafmagni, síma og vatnsveitu, og þetta vil ég kalla upplýsingaveitu sem að kemur til með að liggja inn í hvert hús fyrst og síðan frá hverju húsi, þannig að þetta verður eins konar stræti þar sem að verður umferð í báðar áttir. Og þetta þarf að setja reglur og þetta verða að setja reglur, og það áður en langt líður. Og vegna þess að ég finn og veit að það krafa fólks að það vill fá reglur þetta, vegna þess að fólk vill ekki brjóta lög. Þar sem ekki var sérstaklega beint spurningum til Reynis Hugarssonar og hann var mjög tímabundinn og þurfti því að hverfa fundi, þá bað hann mig að skila bestu kveðjum sínum til fundarins. Síðastu svarar þá Þorbjörn Broddarsson. Gjörðu svo vel. Góðir fundarmenn, það var nú kannski ekki svo mikið sem var beinlínis beint til mín í ræðum annarra manna. Það var þá helst núna undir lokin, og ef að ég segi eitthvað hér sem að gefur tilefni til andsvara frá Sæmundi eða Eiði, þá treysti ég því að fundarstjórar gefi þeim tækifæri til ef þeim finnst tilefni til sem
verða nú kannski ekki. En mér fannst einkum í þeirra ræðu núna síðast koma tilefni fyrir mig til að leggja orðið belg á nýjan leik. Sérstaklega þótti mér Sæmundur misskilja mig svolítið. Ég skrifaði niður eftir honum að það sé mín skoðun að almenningi sé ekki treystandi. Ég veiti þó töluvert löngu máli í það hér áðan að ræða mikilvægi þess og kosti þess að ákvarðanir fjölmiðla efni séu sem allra næst fólkinu sjálfu. Og það var einmitt í ljósi þess, það tel ég að vera einn jákvæðasta kostin við þær tilraunir sem fara fram hér og víða annars staðar, þó að þær eigi, eins og hér hefur verið komið inn á, þær eiga örugglega eftir að breytast mjög mikið og jafnvel í núverandi formi leggjast alveg niður eins og einn ræðumaður gat til. Ég vil rétt nefna það hér í leiðinni að á árunum 1972-1973 varð svipuð bylting á Ítalíu. Þá gekk myndbandaæði yfir þjóðina. Það voru lagðir kaplar allar jarðir og myndbandafyrirtæki rök upp eins og gorkúlur og menn rættum þarna að nú væri framtíðin bara dunnin yfir okkur og þetta það sem koma skal og öllu vikublöð voru full af frásögnum að þessu og svo framvegis. Svo bara datt þetta niður aftur. Einfaldlega vegna þess að þetta var tímabundið fyrirbæri sem að gekk sér til húðar. Ég ekki að spá neinni hliðstæðu hér. Þetta eru vísu 2 óperettu þjóðfélög, Ítalía og Ísland og kannski verða hliðstæðunar eitthvað fleiri. En ég nefni þetta bara sem dæmi hvað þetta tímabundið. En ég vil alfarið mótmæla því að ég hafi haft orð á því að almenningi sé ekki treystandi. Þvert á móti. Hins vegar getur verið að Sæmundur svolítið misskilji mig þegar ég var að tala að ég vildi helst ekki treysta markaðsöflunum. Og það hins vegar alveg rétt. Ef við skiptum út og setjum markaðsöflin inn þegar við tökum almenning út í þessum skoðunum mínum, þá kemur þetta allt saman heim og saman. Ég ákaflega mótfallinn því að þeir sem þurfa að koma vörum á markað, þeir sem þurfa að selja varning, hvort sem hann gagnlegur og ógagnlegur, það skiptir engum máli í þessu sambandi, heldur að þeir sem hafa beinlínis hagsmuni af því að þeir ráði jafnframt yfir fjölmiðlaefninu á heimilum okkar. Og það það sem gerist í þeim löndum þar sem svokallað frelsi ríkir. En ég hef lýst því áður og vil lýsa því aftur hér að það fullkomin afskræming á frelsishugtakinu að tala að það sé frjáls fjölmiðlun sem felst í því að fjársterkum aðilum sé heimilt að senda hvað sem heimilum hana. Það til ekki frelsi, það ófrelsi í mínum augum. Frelsið felst í því að almenningur ráði því hverju sjónvarpað, hvað sendt út í fjölmiðlum. Það frelsi í mínum augum. Og þetta frelsi verður ekki tryggt öðruvísi en almenningur hafi stjórn á tækjunum sjálfum með beinum og óbeinum hætti. Og það til dæmis hægt að gera eins og mann gera hér í Borgarnesi. Á stærri skala hægt að gera það þannig að við tryggjum lýðræðislega kjörna yfirstjórn ríkisfjölmiðla og síðan héraðsfjölmiðla sem ég hef ekki að eiga eftir að koma upp fyrir það síðar. Sæmundur fagnaði því líka að það veri auknar upplýsingar, við fengjum auknar upplýsingar og í máli Eiðs var líka vikið að þessu. Ég held að við séum engan átt ósammála það. Að því meiri upplýsingar því betra, því meiri upplýsingar sem við fáum því betri grundvöll höfum við til þess að móta okkar skoðanir af einhverju viti. En það sem ég var að tala áðan var það að ég var einungis að vara við því að upplýsingarstreymið svolítið einhliða. Ég sagði ekki að það væri vondar upplýsingar og þaðan síðan sagði að það væri vond að fá upplýsingar. Ég bara bendi á það að við fáum aðeins örlítið brot af þeim upplýsingum sem hugsanlega væri hægt að senda inn á heimil okkar. Og menn verða að meta þessar upplýsingar sem þeir fá í ljósi þess hver sendir þær. Og það þarf ekki að ætla sendingaraðilanum neitt misjafnt. Hann bara eins og hann og við erum eins og við erum bara að gera okkur grein fyrir þessu. Það gott að fá mikið upplýsingum, en ef við tökum upplýsingarnar án minnsta tillit til þess, ef við tökum upplýsingarnar gagnrýnislaust, þá getum við farið ákvarðlega illa fyrir okkur. Og svo get ég ekki stillt mig það, og þá jafnvel þó það kosti þá einhver áframhaldandi umræðu, að mér fannst komið hér í síðari ræðu Sæmundar ákaflega skýrt dæmi hætturnar af því að láta sjónvarpsstöðvar
spretta upp eftirlitslaust og án nokkurra reglna. Hér talað félagslegt framtak. Ég ekki að hér sé félagslegt framtak á ferðinni. Þetta félagslega framtak samt sem áður ekki sterkara en svo að þegar kemur fram einföld spurning, sem sagt spurningin af hverju sendirðu tiltekið efni, þá stendur forsvarsmaður þessara sjónvarpsstöðvar upp og segir: ég hef því miður ekkert svar við þessari spurningu. Ég get ekki svarað ykkur almenningi því af hverju ég sendi þetta efni. Og svona nefnilega er dálítið alvarlegt mál. Það dálítið alvarlegt mál að þegar maður tekur að sér að senda til almennings, ég þó sé ekki með 55 heimili en þá, að maður skuli þá ekki treysta sér til þess að svara almenningi því þegar almenningur spyr af hverju sendirðu þetta efni inn á mitt heimili. Og því sögðu ég ekki að taka neinn afstöðu til þessa tiltekna efnis. Ég veit ekki hvað það getur alveg að þetta hafi verið nauðsynlegt efni, ég segi ekkert það. Eiður bendir á það sem ákaflega mikilvægur hlutur, að aukið menningarlíf virðist hafa fylgt í kjölfar þess að sjónvarp hófst á Íslandi. Þetta er þetta sýna fram á með tölum, hreinlega það alveg rétt. Og ákaflega gleðilegt finnst mér. Og ég vil halda því fram að einhverju leyti stafi þessi ánægilega þróun einmitt af því að við höfum leitast við að hafa ábyrgar og góðar og sumuleitið dálítið íhaldsamar reglur það hvernig við högum okkar útvarpi og sjónvarpi. Ég held að það sé beinlínis að vísa til þess að útvarpsvenjur okkar, svo gallaði sem þær eru, og sjónvarpsvenjur, að þær eigi sinn þátt í því að menningarlíf í Íslandi virðist vera að eflast við tilkoma sjónvarps, en ekki að rýrna eins og gerist víða í öðrum löndum. Hljóðnum farin á stað. Það er líklega vísbending á það ég hafi talað nógu lengi. Og best að taka hljóðnum á orðinu og þakka fyrir. Þakkum Þorbirni fyrir, þetta var nú dálítið að misskilningi byggt að ég væri að taka á hann orðið með því að setja lappirnar í snúrurnar þarna undir borðinu. En hann óskaði eftir því að það yrði leyft að framsögumenn svöruðu fyrir sig og ég mun að sjálfsögðu verða við þeirra ósk ef að þeir óska eftir því og einnig þá að fundamenn leggja orðið í belg ef að þeir vilja. Orðið laust. Henry Grens, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góði gestir, aðrir fundamenn. Ég mætti ekki upp að þessa fundar vegna þess að það var hérna ákveðin athöfn í kirkjunni og börnin voru með tónleika þar. En mér finnst ég þó hafa fengið svona beinagrindin að þessum umræðum þegar að framsögumenn voru að svara því sem var rætt fyrir á fundinum. Ég hef haft ákveðna skoðun á þessu vídeómáli hérna eða sem hefur verið í Borgarnesi og það fer ekkert leynt í sjálfum sér. Ég nefnilega, þetta nú komið þó það langt núna, þetta komin á þetta mörg heimili, þessi umræða hefur gjarnan mátt fara á stað áður en svo afstafa tekin. En það alltaf þannig með okkur Íslendinga, við hleypum allt í einum bita, við gerum minnst ásti helmingi að þrisunum meir en allar aðra þjóðir. Jafnvel að fenginni þeirri reynslu að Ítalía búin að ganga í gegnum þetta 72 og 3, þá ætlum við samt að gera enn betur og slá þeim við. Það nefnilega gaman að leggja fyrir sig þá spurningu hvað unnið? Hvað vinnum við með svona, með því að fá vídeón okkar heimili? Hverju þjónar þetta? Eykur þetta menningu okkar? Líður okkur betur yfir þessu? Fáum ánægilegra samlíf með fjölskyldunni? Búið betur okkur daglega umhverfu og í viðræðum? Hverju svarið þið? Hvað uppistaðan í því efni sem sent Hérna var aðalforsenda þessa máls, það var það að við ætlum að senda efni úr héraðinu. Það góðra gjalda verst að senda efni hérna úr héraðinu. En annar þeirra manna sem mikið vinnur upptök á þessum málum, hann upplýsti mér nú það, að vissu nokkuð fáfrónum þau efni, að myndgæði þessara mynda væru ekki slík að þau var til þess fallin að sýna þau aftur og aftur.
og ég varpaði þá þeirri spurningu. Hann sagði jafnframt að það þyrfti að ráða sérstaka mann með mikið betri og öflugur upptökubúnað til þess að menn fengi notið þessara sýninga svona aftur og aftur. Þá sem sagt þetta ekki til þess fallið að sýna þetta kvöld eftir kvöld. Og þá datt mér svona í hug, ekki bara ágætt að klippa þetta saman, þetta efni sem við vinnum hérna úr héraðinu, eiga eitthvað skemmtilega Borgarnesdag einu svona ára og sjá þetta, þá hefur maður ekki sömu gagnrýni eins og ef maður færi þetta yfir sig kvöld eftir kvöld. Hvaða efni þá eftir? Það efni eftir sem jafnvel sýnt á þannig tíma þegar svona venjuleg menn eiga að hvílast. Það efni þarf ekki einu svona svara fyrir, það bara sendt út. Það eru 55 fjölskyldur sem fá þetta efni yfir sig og í sumum tilfellum það þannig að það eru kannski ekki fullorðið fólks að taka við því. Hugleiði bara þetta nokkuð ábyrgðarlaust. Hver maður, þarna kemur fram það sem stendur á spólunum aðeins enga afnot heimil. Séu menn með þessar sér þarfir, af hverju sýna þeir ekki bara heimi á sér? Þeir geta þá fengið þeim þörfum sínum fullnægt og leyft þá öðrum verið í friði því þeir vita ekkert hvernig ástandið annars staðar og hvort að fólk tilbúið að meðtaka þetta. Ég álít nefnilega forsenda þess að sé hægt að senda át efni sé það að menn sem hverju sinni velja dagskrá geti staðið upp og réttlætta. Sagt af hverju að sendi tiltækið efni. Að þessu efni slepptu, þá skulum líta á hitt efni sem sýnt er. Ég gerði það að ganni að ég tók máli nokkra unga drengi sem að horfa nokkuð á þetta vídeó. Því að mér finnst það þá vera kannski sá hópur sem að helst til marks það en ekki við hinum sem eru fullorðnir. Og spurði þá svona hvernig þetta efni væri sem er búið að senda undanfarið. Þá lýstu þeir því þannig. Þarna var ein hryllingsmynd og svo var aftur ein hryllingsmynd og þetta var allt morandi hryllingsmyndum og ég var svo ofsalega hræddur þarna og ég gat ekki sofnað nógu fljótt þetta kvöld og hitt kvöldið og þannig ekki þetta menningarauki fyrir þessi blessuð börn. Þau kannski harna það mikið með árunum að þau fara að þola þetta, ég segi það ekki. Þá þessu sleppt og þetta nokkur þáttur í þessu. Að vísu eru inn á milli hugsanlega myndir sem verulegur menningarauki. Því miður, ég hef núna nokkur ára skeið séð nokkra myndir hjá bróðum mínum í Reykjavík, það í Kópavogi, þeir hafa haft þetta nokkuð lengi og ég hef ekki ennþá gert mig ferð í bíó til að sjá jafnlélega myndir. Þannig að ekki fór í öllu fróðari þaðan. Það sem sagt þegar upp staðið, sá menningarauki sem við fengið við þetta, það þessi myndir hérna úr héraðinu sem að dugmiklir menn hafa lagt á sig að taka upp til þess að við getum eignast og það lofsvert framtak. Og við búum að þessu. Þetta það sem eftir þegar upp staðið. Ég rak aðeins í vörðunar á það því Eiður kom inn á það með þetta fólk, trúlega fullorðið fólk sem að nýtur þess að fá sjónvarpsútsendingarnar yfir sig í júlí. Sjónvarpið að vísu ágætt, finnst mér, útvarpið mjög gott og ég hlustaði mikið á það að gert að jafnaði, minnst ástu fyrir minn smekk. Ég held að júlímánuður sé fyrir stóran hóp manna ykkur mesti menningaraukin þannig séð að menn koma saman með sinna ákveðnum hlutum, deila áhuga efnunum og svo framvegis og svo framvegis. Þetta fullorðna fólk sem verður afskipt þessa mánuði, því verður miklu betur sinnt með því að deila tímum með okkur og yngra fólkinu svona öllu jafnan, held ég. Ég held að þegar upp staðið fær nánast enginn á mis og ég vona það að þessi tillaga sé ekki atkvæðilegs eðlis því mér finnst hún missa marks. Takk fyrir. Við þökkum Henry fyrir, orðið þá laust. Björgvin Óskar, ætlar að segja fáein orð. Herra fundarstjóri, að því að hér hefur nú komið fram greinleitt álit manns einmitt á efnisvali í myndkerfinu sem að sýnt
notaðir hér í Borgarnesi og þá langar mig til að geta líka að segja nokkur orð sama efni. Ég held að við séum á álíka báti. Ég hef ekki aðgang að þessu kerfi, ég horfi ekki á það fremur en hann, þannig að ég get alveg eins myndað mér skoðanir eins og hann. Það hefur verið tæpitunguð talað hér vissan þátt í þessu sjónvarpi hérna og þetta eflaust þáttur sem víða notaður og það verið að tala sérþarfamyndir og annað slíkt. Þetta eru hreinlega klámmyndir sem eru sýndar. Við skulum ekkert vera að draga neitt af því. Það náttúrulega fer ekkert á milli mála að þessar klámmyndir eins og þar heita. Þetta nýjung eða eiginlega má eiginlega segja að fólk hefur kannski betri aðgang að þessu núna heldur en gerði. En einhvern veginn held ég að nýjungagerni og forvitni fólks sé svo almenn að því finnst kannski gaman að horfa á þetta hvaða hvati sem liggja síðan að baki. En það alveg staðreynd að ofbeldismyndir og klámmyndir sem eru framleiddar á spólum hafa 80% af markaðinum í Evrópu, svo við tökum stærstu markaðsvæðin eins og í Bretlandi og Þýskalandi. Þetta var árið 1980. Það sem af á þessu ári hefur markaðshlutdeild þessara tveggja tegunda mynda, ofbeldismynda og klámmynda, lækkað niður í 50%. Og sú þróun verður sennilega áfram að fólk hreinlega verður leitt af því að sjá klámmyndir, bláamyndir eða hvað sérþarfamyndir eins og það er kallað hérna og ofbeldismyndir. Og ég held ég verður nú að bera blak af þessu myndbandakerfi hérna upp frá þar sem að ég hef kynnt mér þokkalega hérna dagskrána hjá þeim og segja að Henry og fleiri hefðu ekki haft tækifæri til að sjá allar þær góðu myndir sem að þar hafa verið sýndar. Því að þar hafa virkilega verið sýndar myndir sem eru almennt viðurkenndar góðar. Og það fer ekkert á milli mála að þær myndir hafa borist inn á heimilin. Við skulum ekki alltaf vera að tala neikvæði þáttinn, hann hlýtur einhvern veginn að hjaðna og horfa á björtu hliðarnar og betri hliðarnar. Nú í sambandi við börnin og þeirra afskipti og þeirra sjónvarpsgláp, að þá vil ég tjá mér það af persónulegri reynslu. Ég er ekki tengdur neinu myndbandakerfi, ég á eigið myndsöguband og ég tel að það verði það tæki sem að koma inn á hvert heimili, burt sér frá því hvort að heimili síðan tengist köplum. Og ég verð að segja það að ég held ég hafi varla fengið þarfara tæki, því að sjónvarpsneysla og sá þáttur sem að áður fór ég að horfa á sjónvarp á heimilinu hefur bara gjörbreyst og mikið til batnaðar. Og ég held að menn verða mikið bæði krítiskari og ábyrgir í sínu sjónvarpsglápi vegna þess að það nú einhvern veginn þannig að maður sest niður og horfir á sjónvarpið frá upphafi til enda í þeirri vona að maður missi ekki af neinu. Og í öðru lagi vil ég segja það að börni, jú, þau eru þiggjendur, þau eru þolendur, þau horfa á, þau láta mata sig eins og okkur, þau skapa ekki neitt. Ég fékk mér litla heimilistölvu og hef haft það tækifæri til að leyfa börnunum mínum að etja við sjónvarpið, það er að segja að þau spila í gegnum tölvuna inn á sjónvarpið, láta gera sjónvarpið að þolanda. Þeir eru að skapa og þannig hefur held ég eilítið viðhorf minna barna til sjónvarpsins breyst. Ég held að þetta sé einmitt framtíðin, menni ekki vera að horfa á fortíðina og ljótu hlutina, heldur að hugsa raunverulega hvað er hægt að gera þarflegt. Og ég held að einmitt að þetta megi koma hérna fram. Orðið er laust. Óskar frumjölendur eftir að koma ykkur á framfæri. Ef að svo er ekki, þá er komið að lokum þessa fundar. Ég vil þakka frumjölendum sem hafa lagt á sig langa leið og erfiði við það að koma hingað á þennan fund og upplýsa okkur sérstaklega fyrir komuna. Ég vil þakka ykkur einnig fundamenn góðir fyrir góða þáttöku í fundinum hér og segi þessum borgarafundi Junior Chamber slitið.